Þessi þáttur í boði Pop Smells frá Nova Sirius. Þetta súkkulaði pop sem kemur í 2 bragðtegundum, venjuleg súkkulaði og piparduftið. Piparduftið klálega uppáhaldið mitt. Subway, bestu bátarnir í bænum. Subway býður upp á alls konar mat, vefjur, salat, báta. Uppáhaldið mitt, klálega kaldur BMT og ég verð að fá allavega 3 svona smákökur í dessert. Sambíón reka 5 kvikmynduhús, 1 á Akureyri, 1 í Keflavík, 3 í bænum, Álfabakka, Kringlunni og Egilshöll. Þið sem hafa hlustað mikið á bíóblaður vitið að Egilshöll klálega uppáhaldsbíó mitt. Það ekkert sem toppar sal 1 þar. Ég vil þakka þessum fyrirtækjum kærlega fyrir stuðninginn. Ég vil líka þakka ykkur fyrir að horfa að hlusta á bíóblaður. Ef þið viljið styrkja bíóblaður, þá mæli ég með það verslu við þessu frábæri fyrirtæki. Ég vil minna á að bíóblaður á Instagram, TikTok og Facebook. Endilega fylgið mig þar. Part 2, Shane Black, handriðshöfundur og leikstjóri. Við erum aðeins búin að tala eldri myndina sem hann skrifaði. Frasarkongur. Hann frasarkongur, nýtt orð sem Óli kom með, sem ég mjög ánægð með. Ég ætla að stela þessu orð ekki það. Sitt eigið subgenre. Subgenre, frasar. Ég hef alltaf lýst Shane Black sem svona, hann frasar hans á meistari, en þetta completely cementaði bara þetta fullkomlega. Þetta sér eitthvað gott creative teamwork gerir. Maður presentar hugmynd og næstu kemur og slípar hana. Nákvæmlega. Setja þetta á nýtt level. Það frekar nice guys. Ok, fyrsta mynd sem hann leikstýrir, það er Kiss Kiss Bang Bang. Kemur 2005, hann er búin að vera í góðri pásu og ég man bara, maður var sem kvikmyndaámaður, bara, hvað kom fyrir mannin? Þetta sko, þessi góða pása in Hollywood terms kallast bara, ertu lifandi? Já, þó hann hafi verið svaka súpustjarna, allavega í handriðsheiminum á sínum tíma, þá sagði hann sjálfur líka bara að þegar hann kemur tilbaka, öllum var drullu sama. Basically í Hollywood, hann var bara no-name. Já, og Kiss Kiss Bang Bang var ekki hittarinn sem hann þurfti og ekki hittarinn sem hann átti svo sannlega skilið. Sem synd, þetta er frábær mynd. Ég man hversu lengi ég var bara með kjaftin opinn í bíónu þegar ég sá hana. Bara, djúvillega hilarious, ákvæmst myndir, bara trekk í trekk að koma óvart. Þessi sequensar og scenario, eins og við nefndum í síðasta þætti, þú heldur að myndi sér fara hingað og hér er þetta með senu sem bara hann er að tala við æsku vinkonu sína, heyrðu þá, nei, ups, hún tók á honum fucking fingurinn og svo þau myndin að snúast aftur. Þetta er bara svona, hvernig sem maður tekur aðra tangenta sem samt skipta höfumáli í stærri heildasögnu en er ekki hérna bara til þess að vera gimmick. Þetta, sko, bæði kynnti náttúrulega Kiss Kiss Bang Bang mig fyrir stærri katalógnum hann svona almennilega og líka fekk mig til þess að bara, maður fór að rúta svo mikið með honum. Gerði eitthvað annað, bara gerði aðra mynd. Bara svona þetta var einn af þessum myndum upp úr 2005, þar sem ég fór bara segjandi við fólki kringum mig, þú verður að sjá þessa mynd. Bara við öll saman, hérna bara mörg, hún nýtist best í stemningu, hún er dreffyndin, en hún er líka clever. Skemmtileg. Óli, hvernig er þér Kiss Kiss Bang Bang? Hún berst alltaf toppsætið á uppáhald bíómyndalistanum mínum. Bara allar tímar? Ever. Það er alltaf annarkvort hún eða Zodiac. Já, þér finnst hún það góð? Mér finnst hún bara tímalaust meistarverk. Það er bara, hún er flawless. Hvað finnst þú gott við hana? Það er bæði, hún er óeðlilega velskrifuð og sett saman. Leikararnir eru topp tier fyrir valkostina því þú veist, þetta eru leikara sem eru báðir búnir að detta svolítið úr uppáldi á öllum á tímanum. Þetta er sem er Robert Downey Jr., maður sem var að gangi gegnum ýmislegt og tala pínu svona erfiður að vinna með en skilar alltaf sínu og svarta listunum. Já, og síðan ertu með Val Kilmer, infamously erfiður maður að vinna með og þú ert með Shane Black, gæði sem er búin að hann er bara þreyttur á stúdíókerfinu, hann er þreyttur á þessu öllu og hann er bara, ef ég ætla að fara að gera myndir eftir, ef ég ætla að fara að skrifa handrið þá þarf ég að leikstýra þeim sjálfur. Þessi mynd er svo slick og hún er með þetta perfect balance af svona neo-noir en á samt að halda sér í svona modern times með við 2005 og allt svona. Hún er með svona nútíma slæng en á sama tíma er hún að detta í svona 90s noir feelingin en það er bara hvernig plottið er sett saman og hvernig þessi karakterar komast ekki frá hvort öðru. Sem ég elska. Og mér finnst hún endlessly quotable, það fer eiginlega ekki dagur frammi á þar sem ég segi ekki línu úr Kiss Kiss Bang Bang. Þú með þess að sagt einhverja línur úr Kiss Kiss Bang Bang í
þáttunum okkar. Já, og bara örugglega þegar við spjöllum saman og eitthvað svona, þetta bara kemst ekki fram í þessu mynd. Hvað hefur komið upp? Ég er með forðin. Það var Eins og með... Ég elska að nota frasformyndum í daglegu tali, sérstaklega það er ekki eitthvað sem allir þekkja. Svona eins og segja, þú veist, svona, ég elska alltaf að nota, minnst engin maður segja orðið possibly, eitthvað Ewan McGregor. Já. Ok, en samt Ólafur var ekki beint að nota þetta alltaf ekki mig, þá var hann að referensa Kiss Kiss Bang Bang. Já, ég skil. Hann var ekki að slætis inn í eitthvað svona venjulegt samtal. Það er Það er gott líka. Kiss Kiss Bang Bang er með þann titil og hún er með uppáhaldskvótum í einhverju bíómynd og ég held að enginn myndi velja sama kvót úr Kiss Kiss Bang Bang og ég. Og það var þetta er eitthvað sem ég hef notað í partíum eftir á, eða bara í útlöndum, ég bjó í Englandi í smástund. Obedient bitches, aren't they? Og þá fekk ég að nota það var So what do you do for a living? Oh, I'm retired, I invented dice when I was a kid. Mér finnst þetta svo súrrealískur frasi. Ég held ég búin að heyra Óla segja þetta 4-5 sinni. Þetta er svo gott sem að kemur inn á, sem er eina af ástæðanum okkur, hún er svona fucking góð. Engir tveir einstaklingar eiga örugglega sama uppáhaldsfrasan úr henni. Og þetta er ekki bara frasin, þetta er líka sko, eins og hann talar með plottið, það er svo mikið að einhvern veginn svona rótera í. Þú veist, þú ert bæði líka með sko alveg abstrakt góða og hreinskilna krítería og bara skemmtibransan og svona þetta Hollywood landscape, allt þetta frá því hvernig hann kemur inn og verður með Val Kilmer, hann Gay Perry, eins og hann heitir, og svo bara eitthvað, nei, þú varst bara hérna og þegar Colin Farrell vildi alltaf mikið pening og eitthvað, hún er svo mikið að digga á bara celeb-stæla og bara hann lífstíl og meiri sér sagan af gæinu sem kemur hann í vélmannabúningnum og bara svona fyrir húsavilt. Protocop. Mér skilst að þetta er bara beintekið úr actual sögu af einhverjum frægum sem bara mætti í hús einhverjum svo. Í einhverjum búning þá? Ég að gæti að vera þetta af Robert Downey. Ég held, ég þarf að kynna mér betur. Ég veit að myndin er löðrandi í in-jokes fyrir fólki í Hollywood eða margir sem voru svona í bransanum og örugglega einhverjir sem átuðu Shane Black á sín tíma. Þetta er svona, they know. Já, en líka málið með það sem gerir þetta svona ennþá meira mekta varandi það er að partísennan í byrjun þess að við fáum að kynnast Downey og svona, þetta er húsið hann James Black. Wow. Já, ég vissi það. Infamous partíhús, en það er líka gott satt með einmitt Downey og það sem gerir þessa mynd svolítið að bæði next level Shane Black bókstaflega er að núna ertu með karakter og þú veist í rauninni spennumynd þar sem að aðal karakterin á ekkert að vera í slagsmálum, hann á ekkert að vera í hasasinnum, hann er eiginlega bara svona, hann er bara eitthvað gaur. Ég elska líka slagsmálatrið í þessari mynd þar sem hann er bara barinn í öxlin og sparkaði og hrækt á bara í þessu partí að því þetta er svo aumingjalegt, þetta er bara hvernig slagsmál líta út í alvörunni. Og þetta kemur eftir senu þar sem hann svona í alveg góðri nærmynd, hann tekur svolítið þessi svona Hollywood karaktera hótuna, bara aðeins einn okkar að fara svo smaskvætt yfir því að vera lúberja. En með þessa mynd, að því að Robert Downey Jr. er í aðalhlutverki, fyrir þá sem að, kannski yngri kynslóðan eða fólk sem mannaði ekki alveg, í dag, ef þú ræður Robert Downey Jr., þá ertu að ráða risastjörnu, hann er búin að vera náttúrulega bara Tony Stark, allir elskan í dag, en 2005, það var ekki saman på teiningnum. Engan veginn. Þetta var risk. Þetta er samt myndir sem komum aftur. Ja, algjörlega, en ég bara tala þegar Shane Black segir, ég ætla að leikst þessa mynd, ég er frá Robert Downey Jr. til að leika aðalhlutverki, stúdíó var alveg bara, getur fengið einhvern annan. Sérstaklega kannski komið sér og vákvað það hefur verið mikill bara perlu sviti þegar það kom upp að bæta svo við þá annarkvort Robert Downey við Val Kilmer eða Val Kilmer. Já, þetta dúo, ég með þetta var ekkert vinslastu menninir í Hollywood. Nei. En það er það sem gerir þetta svo ógeðslega magical combo. Þetta er það sem ég líka hugsaði þegar ég sá Iron Man. Það er bara eitthvað, hann er eiginlega svolítið að púla Harry Lockhart. Já, einmitt. Hann kallar þetta sjálf bara sitt calling card til að fá Tony Stark. Og þetta er mjög fallegur, yndislegur nepotismi sem myndast þarna. Þú veist, þú ert með fyrstu leikstjóri fyrir minn Shane Black, það sem hann er mitt fær. Hann er alveg að taka slæginn fyrir Robert Downey Jr. Gerir þessa myndin gengur ekkert vel og þannig, en svo hvað gerist? Robert Downey Jr. gengur óendanlega vel, svo þegar hann er komið með svolítið svona meira cred og power hjá Marvel-batterínu, bara hei, ég ætla að fá hennar gæja minn hérna. Þetta er svolítið cool. Þá gerir hann Shane Black aftur relevant. Já, algjörlega. En með Kiss Kiss Bang Bang, þessi mynd hún er bara beautiful samsetning af bara rugli og svona harðsóðnu, bara einhvern veginn öllu. Það er svo mikið, mist ekki dauð mínúta í svona mynd. Það er ekki eins og dauður rammi. Það er eitt líka í þessari mynd, því ég horfði á hann aftur í gær. Ég er búin að sjá hann nokkur sinnum, þykir rosa vænt um þessa mynd. Því þegar ég sá hann í bíó, mér fannst einhvern veginn sem ég var að sjá bara stórmynd. Og hann að sjá hetjunum sína aftur, hann var komin aftur Shane Black, maður elskaði konumyndina hans.
og ég fílaði alltaf Robert Downey Jr., ég fílaði Val Kilmer, maður var ekkert að taka þátt í þessu sem var í gangi í persónalífinu þeirra og bara, já, yes, geggjumynd, bara svona 90s buddy mynd og R-rated og svo bara einhvern veginn hvarf hún, en það eitt í þessar mynd sem ég veist í rauninni algjör synd, að það voru ekkert margir sem sá hann sín tíma. Nei. Það Mission Monaghan. Mhm. Mér finnst hún æðisleg. Hún er Í þessari mynd. Mér finnst hún eiginlega still í þessari mynd. Já, hún er geðveik í þessari mynd. En hvað varð hennar feril? True Detective. Var hann í True Detective? Já, hún var konan hans Haraldsons. Já, Í fyrstu ég var bara seríu. að gleyma Var það Maid of Honor með Patrick Dempsey sem endalega gekk frá hann? En hún átti betra skilið. Já. Hún er rosalega góð. Maður bara spyr sig, ef fleirið síðast mynd, ef hún hefur verið hittari, hvert hefði hennar feril farið? Er það samt ekki svolítið ironic með við karakterin sem hún er að leika? Jú. Æ, greið. Jú, af því hún vildi slá í gegn, hún vildi vera fræg. Helvitis Generos bjórinn. Lendir allt í einhverju þvælu og myndin er náttúrulega þvæla on its own og síðan er þetta bara svona, hvað núna? En dísist líka sko bara hvað sem mynd brýtur handriðsreglur og ég elska það. Er það bara hvernig hún er sett upp? Já, eins og bara gaf ég skinn á það með bara svona hvernig hún gefið svona misvísandi punkta og hvernig hann hefur sjálfur komið inn á með að það er verið að gefa þér setups en þú veist ekki að þetta er að það er að koma að payoff út frá þessu af öllu voice-over notkunin og hvernig myndin er meðvituð hvað voice-over notkunin er kjánaleg og fánaleg, hvað myndin er meðvituð það, hvað frammyndan er skrýpaleg og meikar ekkert sens og hvað myndin er meðvituð það að þetta er bara svona fuck it okkur er sama, ég ætti bara að fá alla tilbaka sem dói. Já, það komur Abraham Lincoln kemur á það og Elvis og eitthvað fára. Það er svo góður fucking brandari. Við komum að hann. En er hún einum of? Nei. Einum of hvað? Bara svona einum of sniðu. Bara svona skrýpa. Ég er bara að spyrja. Nei, mér finnst hún fullkomlega að hitta línuna á það sem hún á að vera. Þetta er bara, þú veist, fyrir að vera fyrsta mynd sem einhver maður leikstýrði, þá er hann að gera quality job, en þetta er líka, hann er loksins að fá að gera myndin eftir handritum sem hann sjálfur skrifaði. Þetta er kannski ekki mest brutal Shane Black myndin eitthvað, en þetta er klárlega 100% hans handrit. Já, það bara ángar af Shane Black hvers einast atriði. Og svipað við komum inn á með Last Boy Scout, það er rosalega mikið texture í persónusköpun sem þú gerir ekki alveg grein fyrir, bara svona eins og bara hvernig karakterinn hans Robert Downey Jr. er og allt sem er einhvern veginn að gerast hjá honum og hvernig, þú veist, hann er að eiga eitt stærsta svona cathartic momenti sitt þegar hann slýsast inn í áverðnapröfuna og hann er að upplefa alveg deep psykológiska tilfinningar og meðan allir eru bara, þetta er stórkostlegur leikur hjá honum eitthvað svona og það eru bara, já. Ég og Máni höfum talað um þetta atrið svo mikið, þetta eina litla atrið, þetta er svo ógeðslega skemmtilegt svona að pota í björnin sem er Hollywood kerfið og hvernig svona leikar að fá gig og svona, að því þessi framleiðendur þegar þið sjá hann leika svona, þau eru bara að segja eitthvað, þau bara svona alveg, I like that, method, old school, neða, hvað segir hann? Old school, method, og þá segir einn studio, Brando. Þið eru ekki að segja neitt. Hvað er það að tala? Það hatar engin Hollywood jakkafall að fólki eins og Shane Black. Já, Máni benti mér sérstaklega þetta þegar við horfum einhvern tímann á þessa mynd, þannig að það er svona shoutouti sem hann fær. Þetta er svo fyndið að því þetta er bara, ég man þegar við vorum að horfa á þessa mynd, ég er örugglega svona 10. skiptið saman, við horfum rosalega mikið á hana saman. Það er svona þegar líka mjög vænt hana og sem og The Nice Guys. En þetta er svona, við höfum stundum bara sett á þetta atrið eitt og sér til að hlæja því að hann er bara, þau eru ekki að segja neitt. Þetta er skemmtilegt sko, að þeir tveir eigi svona þessa svona buddy-mynd sem sínmynd. Finna þér, ég á nákvæmlega þannig með Nice Guys. Það er svona einn félagi minn sem bara svona, við eigum þessa mynd í sammenningu. Við höfum sko stundum bara YouTube að finna klippur úr henni og við bara viljum kvóta meira í hana og bara svona drekka inn allt sem hún hefur. Já. Og þetta er sko, já, þannig að þessa mynd, Shane Black samina fólk. Hvernig er að blekja, sko? Já, það samir okkur í dag. Já, þú veist eins og með The Nice Guys, það er eitt af myndunum okkar mána, við erum bara með svona lista af myndunum okkar og The Nice Guys er eitt af þeim, við erum alltaf að fucking kvóta hana. Ok, förum aðeins betur hérna eftir. Kiss Kiss Bang Bang. Er þið hissa að hún hafi ekki slegið í gegn? Heimurinn var ekki tilbúin. Nei. Var hann undan sinni tíð? Er þetta markasetana, hvað er þessi mynd, hvað er þessi titill? Hún er svo mikil dark horse. þetta er svo, það er ekki hægt að markasetana sem actionmynd, það er valla hægt að... En sem grínmynd? Grínmynd, já, en húmorinn er svo... Hún er of morbid til að vera marketuð sem grínmynd. Já, kannski.
Þess að hann pissar á líkið, mér finnst það reyndar góða brandari. Ég held ég hef aldrei hlegið eins mikið í bíó á ævi minni. Þetta alveg í topp 5, sko, þegar hann mýgur á líkið. Og viðbröðun hans Val Kilmer þegar hann spyr hann út í hvort þið sé að greina DNA-ð úr því. What in the name of poop perfect heaven? Og hvernig hann bara, nei, bakkaðu. Við ætlum að tala um þetta. Það er líka svo gott þegar hann segir hérna, alveg, do you have any gloves? Well, any particular set of gloves? Yes, fun. En ég elska líka hvað Val Kilmer, þessi Gay Perry, hann svo pirraður á Harry Lockman. Eins og þannig að þegar hann skuttlar honum og segist vera að drulla saman og eitthvað, keyrir svo burst, svo hann bakkar hann allt í henni eins og hann sé að alltaf beðast afsökunar og réttur upp síman og segir, blow me. Réttur upp síman. Og líka þegar Harry í uppnámi og hann svona tappa hann á öxlina og svona, já, takk fyrir stuðningin. Nei, ég að tappa þið til þess að þú getið fært þig af bílnum. Já, hann hallar svo upp á bílnum, hann múr fá okkar hrikalega fréttir og það er svo fyndar því að Perry bara svona að bíða. Þetta svona óþægilegt og ég veit íta svona aðeins frá að fullta góðum aðeins. Þetta svona svipað og bara eitthvað, heyrði, út fyrir hurðina þarna. Já, einmitt. Svo er svo með rússnesku rúllettuna. Hvað var búin að sjá þetta oft í bíómyndum? Milljón sinnum. Það sett ykkur kúli í eitthvað. Og tekur monologin. Já, og þarna, það bara skýtur á gauðan. What did you do? It was like an 8%. You put a live round in that gun. 8%? Who taught you math? Sem svo gott að þegar hann síðan í símanum, þá Downey ennþá svona eitthvað og segir alveg, but if you carry this, stop multiplying. Alveg bara, það skiptir ekki máli. Gæinn dauður. Look up at the word idiot in the dictionary. You know what you'll find? Picture of me. No! Definition of an idiot. Hvað finnari? Kilmer eða Downey Jr.? Í samið? Sko, Kilmer finnari, hann fær hláturmomentin en á orðunum, að því Lockhart finnari physically. Hann svo mikill bumbler, hann hann constantly á hreyfingu, þetta hann missi puttan tvisvar í sömu mynd, sama putta. Er þetta loser? Já, hann er svona aumingin, en þetta er bara gaur sem á það erfitt. Já, en líka myndin byrjar á því að hann að ræna dótabú og gömul kona skítur við hans. Þetta er svo skrítin byrjun á mig. Hleypur inn í einhver áheyrnapröfu og allt í einu hann komin í eitthvað LA-party að byggja eftir einhverjum gæði sem heitir Gay Perry til að gefa hann detective lessons. Þetta hljóma svo spes, en handritið er svo vel sett saman að þú spáir ekkert út í þetta. Nei, svo með maður að pæla mér í svona bara. Ef maður stoppar til að hugsa hvað Kiss Kiss Bang Bang maður fæ bara svona, holy hell, þetta er alveg mikil mynd. Og hún er líka strax bara frá fyrstu senunu, hún setur því bara svona einhvern svona weird trance, þetta er svona, hvað er þetta? Hún byrjar á flashbacki, svona period flashbacki, það sem að þú veist með hérna Harry sem basically, hann vill vera töframaður. Það er að finna við, það er mikið hægt að rýna í þetta með þegar við ætlum að tala um karakterprófílinn, að þetta er bara svolítið það sem að við langar bara að vera töframaður. Svo ertu að kynna Michelle Monaghan hann líka, en hvað gerir svo þú rampar upp í climaxin í preposterous aðstæður, Captain fucking Magic, hann næra að vera töframaðurinn. Þetta er lína sem ég og Mánu kótum mjög oft. Geðveikt. Captain fucking Magic. Mér sé að gúnin er impressed. Já. Það er svo. Já, þetta er þannig Corbin Bernsen þegar hann er skotin. Alveg enn í lokin, þegar hann nær bara einhvern veginn að plaffa þennan og þennan. Eins og segi, þetta er ekki karakter sem á að vera actionhetja. Hann á ekki verið actionmynd eða hasarmynd, eða eins og detective mynd. Hann á bara að vera einhver auka karakter sem rændi hann að búðina af einhverju kettlingu. En nei, þú veist, í Shane Black mynd, nei, sorry, þú ert aðalkarakterinn, þú ferð í situationu, þú færð torture-senuna, þú færð loka shootátið og gæði bömbla sig gegnum þetta. Það eina sem Harry Lockhart hefur í gangi fyrir sjálfan sig að hann er rosalega fljótur að hugsa. Það er bókstaflega það eina sem hann hefur og það er það sem kemur í gegnum sem þetta. En stundum kemur það tilbaka til að býta hann eins og þarna með bílinn í læknum. Hann tekur byssuna, kastar inn í lækinu. Hann var snöggur að hugsa en ekki alveg um afleiðingar. Sami rúlletti með aðferðina. Og bara svona, ég ætla að grípa þetta. Þetta er að fara að virka. Mér finnst þetta eitt ógeðslega fyndið í því aðrið þegar hann hendi byssunni. Já. Þetta er svo lítið tödd, mér fannst það bara svo fyndið og hvernig Downey leikur það. Þegar Perry kafar og verður að fara að kíkja í skottið. Já. Það er alltaf virkur og þetta er gruggugt vatn. Hann reynir svona að sjá. Já, hann pírir augun. Og reyfir aðeins vatnið. Já. Mér fannst það bara eitthvað svo fyndið.
Það er líka, það er svo skemmtilegt hvað hún er svona slapsticky, sérstaklega eins og þegar hann er brjálaður út í hann og hann er með töskuna svona, what? No, sorry, og svona bakka frá hann og alveg, it's alright, what is that? Is that a clue? Alveg hvað er á töskunni? Og síðan bonkar hann í hausinn með töskunni. Þetta er svona, hún langar ekki alveg að kýla hann strax, en hann þarf að meiða hann. Ég þarf að gefa þér högg í hausinn, en ekki svona. En sagan sem slík, hversu áhugaverð er hún í svona mynd? Hún er svolítið convoluted, ég skal gefa henni það. Mér finnst hún pínu svona, hún er svolítið svona, ég skal gefa henni það. Hún er pínu svona uppið svona ass í því. Já, hún er rosalega útpæld. Og það finnst mér, það er ástæðan hverju ég fíla Nice Guys betur. Aðeins betur. Okay, mér finnst framvindan og sögu þó hann er betur slípað. En karakterworki og feelingun er svo gott að mér er eiginlega bara svona. Já, þetta er rosalega útpæld saga. Ég held að það sé eina vandamáli er að hún eins náttúrulega og Shane Black getur sett hana saman, þá er þetta ekki saga sem var sett saman á degi, fattaru. Þetta er bara, þetta har að vera hérna, en það sem að færa að leika sér er bara með þessi silly slapstick moment og dialog, en sagan sem sjálf, hún þarf að vera svo rosalega púsluð saman því þú þarft að komast að því, þeir eru bara búin að vinna saman og byrja, já, þetta var dóttir þessa gæja og byrja, þeir viksluðust þarna. Þetta er svo ógeðslega útpælt og alveg vel útpælt, en það svona eiginlega tekur frá náttúrulismanum eitthvað sem The Nice Guys hefur miklu meira, því þetta er ekki svona, þetta er ekki bara svona það eru hlutir að gerast og þeir hafa hver einasti hlutur hefur afleiðingu í sér sjálfu og það er svona eina sem svona tekur hann fyrir mig, því ég er á tommabáti sko, en ég veit að þið eru aðeins meira Last Boy Scout, mér persónulega finnst Nice Guys vera besta myndin hans Black, síðan myndi ég setja bæði Kiss Kiss Bang Bang og Last Boy Scouturinn, eina sem tekur Last Boy Scout frá því að vera pjúra Shane Black mynd er að hún er líka rosalega mikið Tony Scott mynd. Já, algjörlega. En sem leikstjóri, fyrst mynd sem leikstjóri, hvernig veist þú hann standa sig? Tempgóður. Já, myndin lukkar svo, ég elska þegar fólk í myndunum hann Shane Black, sérstaklega þeim sem hann leikstjóri þegar þeir reykja. Þetta er svo, hann kapsir þetta svo vel og ég bara elska svona skyline, ég elska litina í myndinni og eins og hann að ég veit ekki af hverju, en atriði sem ég og Máni hlóum örugglega mest yfir var örugglega svona minnst haha momenti í myndinni. Það er hérna þegar hann Harry kýlir sólglerurinn hans Kilmers af andlutuna á honum og Kilmer ætlar í hann og eina sem hann segir er hann að pick him up, pick him og hann svona fer á hann, pick him up. Ég veit ekki af hverju, en þetta wide shot, þeir eru svo litlir út af þessu wide shoti og þegar hlutir eru litlir en graf alvarlegir, það gera það bara að finna það. Þetta er eins og ef einhver dettur upp við þig, það er ekki alveg það fyndið, en þegar þú sér einhver detta langt frá það er 10 sinni finna það. Vá, góð punktur. Þetta er bara að því þetta wide shot af öllu þessu rándinu og hann er augur honum út af sólglerum pick him up og maður er bara við hlóum svo mikið að þessu, þetta er svo lítil sena. Og eitt sem ég elska líka, sem er svo gott subversion á bara svona tropes, það sem með þessa típisku torture senu, nema nú ertu með báða gæin í dúónu, í staðan fyrir annari tekinu hundina bjarganum og frekar að hafa sama gæja sem er að augra gúninum og er að taka pyntinguna, það var svona Val Kilmer sem er bara, ég er bara algjörlega augra gæin og fullt á mér, hinn er að taka býtingin. Já, það er brilliant. Við nefndum þetta á hana, því við erum búin að eiga rosalega svona Shane Black-ish dag, bara við að preppa hana þá, en ég sagði það eina sem vantar er að einhver gæja er með beef við þig og kemur og lumbrar á mér. Það komið alveg perfect Shane Black dag. En það er eitt atriði í því atriði. Ég held að sé eitt af mínum uppáhaldsatriðum myndinni. Þegar að því Val Kilmer er að tónta bondegæðin og hann er með litla derrensibissu í klófinu og skýtur hann og viðbrýður hann Downey Jr. Og hann segir, thank God, you got a gun in me. Þetta er ein uppáhalds íslenska þýðingi minn sem ég man eftir úr bíói. Nú, hvernig það? Það segir eitthvað í myndinni bara eitthvað svona, auðvitað hann kemur þetta, Guðsson með byssu þarna, svo hann kemur bara eitthvað, það var samkvæm með gay magic. Ég gleymi aldrei bara orðinu bara eitthvað svona hommatöfrar. Var þetta því þannig, hommatöfrar? En þetta var bara svo, mér fannst það svo fyndið viðbröðin, og þegar hann drepa gaurinn með byssu í klofinu, það skýtur, Af því þetta var payoff sem þú vissir ekki að hafði sett upp, þegar þið sýndu byssuna bara einu sinni, af því hann kallar þetta his faggot gun. Og líka amplifier þetta svona sem er þessi yfirgnæfandi homofóbía sem er yfir LA og bara víða, eins og þarna þegar talandi að Carter að hugsa snögt þegar Gay Perry kemur bara, Kotti, kistu mig þegar löggurnar með að spotta það var bara svona, þeim býður svo mikið við að sjá tvo kallar kissast og þá sleppa eru situationu. Algjörlega. Svo segir hann líka í aðrinu, hann segir homophobes never search never frisk, þess að það var meina í klófunu af því að það leiti ekki að byssu þar. Það er ekki að finna það því að þetta er alveg rosalega stór karakter fyrir myndinu og þetta er einn af þeim fyrstu bara risastóru opinberu gay karakterum í bíómynd.
allan fyrir svona. Er það ekki? Já, í svona mynd sérstaklega. Og það er líka ekkert verið að minnast á, við vitum bara hann er samkynhneigður og mér finnst það frábært, sérstaklega, ég elska hvernig hann sjálfur gerir grín að það, því hann er bara, so you're Daphne's friend, Perry, yeah, gay Perry. Yeah, still gay? No, I'm knee deep in pussy, I just like the name so much. Svo geggja maður. Eiginlega dæmi ég ætla ekki að þylja allt saman, en dæmi hinn fullkomna brandara word exchange, eða alltaf sem talar svona til humors means, það er Talking Monkey. Bara svona þeir sem þekkja, þeir sem byrja bara I got five, þeir sem þekkja senuna, þetta er svo gott. Talking Money fyrir við Talking Monkey og allt það. Bara hvernig þetta bara svona fer yfir eitthvert, þetta lýsir stílnum að Shane Black svo vel, að þú veist, þetta er svo kalkuleitað, þetta er svo intricate í handritinu, en hvert atriði skiptir máli, hvert orð skiptir máli, og þó þessi komið í vitleysu, þetta er bara gott, þetta er gott. Ég elska líka að hann er með atriði sem er ennþá sterkara en það. Ike, Mike and Mustard. Já, með Wondergirl. Já. I'm mustard, baby. Minnst það svo skrítið lína. En talandi Wondergirlana, voru nógu sterkir Wondergirlar í Kisses Bangway? Já, þeir fá allir svona sinn tíma til að shine og ég líka elska það sem ég finnst frábært við þessa mynd sérstaklega er þegar Harry Lockhart drepur sinn fyrsta mann. Af því þetta er ekki fallegt. Þetta er ógeðslega, þetta er erfitt að horfa á, gæin er sjálfur sjokkur þegar Harry skjóta, Harry heldur áfram að skjóta, hann dettur á borð sem brotnar og síðan sest hann bara niður og hann, Gay Perry ringir í hann og hann segir, þú veist, bara hann er með tári í augunum, hann bara, ég drap mann. Þetta, þú veist, maður sér þetta ekkert í action. Þetta er líka bara eins og bara kommentar í að Shane Black á allt sem í rauninni gerðan frægan, skilur við. Hann er í rauninni, sko, það voru hasamyndan, það sem þetta er, skilur við, cool og slick og allt þetta. En þarna er eins og myndin eins og svipað með Harry sem, skilur við, protagonista í spennumynd, að þarna er í rauninni verið að sína svona hversu grúsam ofbeldi í bíómyndum í rauninni er, bara, og meiri sem bara með litlum hlutum eins og það missi puttan og hvað þetta er ógeðslega svona ekki, bara að reyna Það er líka hann sýnir í myndinni, þetta var líka smá fyndi en samt grúsam, en þeir sína þegar það verður að sömu puttan aftur á. Já. Og þeirra er toga í hann. Já, einmitt það, já. En þetta er líka svo gott fyrir þennan karakter, sérstaklega, og bara sérstaklega fyrir þessa mynd, út af því að Harry Lockhart er maður sem á ekki að vera í actionmynd. Já. Hann ég er bara að gleyma nafnum, vilja svo las bókskjátt einhvern veginn. Hallenbeck, ég var að fara að segja Holbrook. Vantar meira kaffi og lígi. John McGee. John McGee. Hallenbeck er maður sem á heima í actionmynd. En Harry Lockhart er það ekki og það er það sem gerir þetta svo gott að því hann er svo berskjaldaður á alla máta, þú veist, hann getur valla slegist, hann kann að halda á byssu, hann vill ekki skjóta úr þeim og hann er ekki maður sem getur drepið einhvern veginn cold blood, hann þarf að gera það í lokin en þarna þegar hann gera það í fyrsta sinna því hann er bara loksins búin að fá nóg af öllum sem er búið að gera sérstaklega af þessum gæja sem fokkaði aftur í puttanum á hann, hann bara, sorry, þú þarft að fara og hann bara, þetta fór alveg með hann. Og þetta er ekki líka einhver gæji sem að er venjulega að færa að leysa einhver mál, að vera einhver detektiv. En hvað hann er sáttur þegar hann segir við, er það sem Monahan frekar en Gay Perry, þegar hann átti sig á því að tvö aðskipti málin er í sama málið. Hann er komin á slóðina sjálfur og verður svo giri. Já, hann verður mjög giri. My case and your case, it's the same fucking case. En svo líka svo fyndið að þetta er svo skemmtilegt chemistry á milli þeirra, Kilmer og Robert Downey Jr. Þeir einhvern veginn, hún var alltaf illa það. Já. Þeir einhvern veginn svona, Kilmer og Downey Jr. Þeir eru svo krútlegir saman. Já, þeir eru samt, þetta er svona ekki típist eitthvað, ég veit ekki, mér finnst eins og hann fannst að vera svo heimskur. Það er svona eins og örkin þeirri sér þannig að þeir þóla hvern annan og Gay Perry er svona slightly sáttari við hann. Hann bara svona, ok, ég get rétt svo verið í kringu þau núna. Að því myndin endar því, ég rauninni að Downey Jr. eða Lockhart er fann að vinna fyrir Perry. Hefði verið til þess að framhaldsmynd? Eða er þetta bara nóg bara einn? Framhaldsmyndin er í hausnum á mér. Þetta er svona, framhaldsmyndin er örugglega bara skemmt þetta. Nei, framhaldsmyndin er til, sko. Er það nice guys? Nei, ég kem með þetta eftir, en ég er með skemmtilega kenningu. Ég er bara aðra sem Black mynd. Nei, ég fór bara að þetta er svo skemmtileg karakterar, skemmtileg chemistry og gaman að horfa á þá, gaman að fylgjast með þeim. Vill maður ekki alltaf meira? Jú, en stundum er þetta svo þægilegt að þetta er bara ein mynd. Já, þetta er bara, vill maður sjá meira? Ég til dæmis vilja sjá meira af Nice Guys, ég vilja fá þetta bara sem sjónvarpsefni eins og Shane Black ætlaði upprunalega að gera þetta sjónvarpsseríu, af því þetta er heimurinn og karakterinn sem ég vil sérstaklega frá Shane Black, en þetta er svona en það gerir það stundum svo miklu sterkara að þetta er bara einn hlutur, af því þetta er svo uník, þetta er svo
einstakt að þannig lærir man að þykja vænt hluti, svona eins og það í rauninni engin mynd eins og Pulp Fiction, það eru til svona það eru myndir sem vilja apa eftir en það að Pulp Fiction bara ein bíómynd, það þægilegt. Þetta er svona silver lining í því þegar maður horfir í sögun og þakkláttur að sumt floppaði. Já, þeir gerðu það ekki framhaldsmynd. Ég hef mína Last Boy Scout, þeir fransæsu þetta ekki. Þannig ég pínu sáttur inn í því að hafa fengið þá mynd og jú, þeir tala eins og þeir sé að fara tíma upp að nýta lokin, en þetta er eins og bara svona, já, myndin má vera bara hérna, skilur við. Þetta er gott eitt entity. En eins og með hana, og þú kannski mannst eftir þessu líka Tommi, að hún var sýnd í bíó í Íslandi, ég sá hún í bíó. Kiss Kiss Bang Bang þá. Já, Kiss Kiss Bang Bang. Góð ári, já. Var hann eitthvað vinsæl á Íslandi? Ég upplýði hann ekki þannig, ég fór hann á tvisvar, það var ekki mikið að gera hann bæði skiptum, sko. Það var alveg eitthvað, en þú veist. Og þú varst í rauninni eins og sagðir á hann að reyna að ekta sem the word of mouth, þú varst að segja öllum að sjá hana. Já. Ennist í þínu vinahóp, Tommi, var fólk að tala um hana? Minn vinahópur elskaði hana, en þetta var svona, en hún var rosalega hard sell fyrir utanákomandi. Skilu, fólk sem svona virkilega horfði og vildi bara svona gleypa í sig alls konar bíómyndir, þessi mynd fór alls ekki, hún fór ekki fram hjá þeim. En skiluru, í generaltali, þá kom alveg svona hlutir eins og bara, hvað er þessi titill, er þetta hasarmynd, það þarf að, þegar þú ert að tala um þetta svona, hvernig hólf var hana. Og þannig að, já, ég upplöði hann ekki sem hittara, en þú veist, hún var líka, kannski komin að einhvern tíma, en hún kom, sennilega þannig út af því að heimir var ekki tilbúið fyrir hana. Við vorum bara ekkert vön svona subversion, svona kjaft húmor í einhvern tíma, sérstaklega þarna, sérstaklega út af myndi var náttúrulega subversion á. Ef þetta hefði verið bara fullblown hasarmynd og ef þetta hefði verið meirlíkingu við Last Boy Scout, ef Last Boy Scout hefði komið 2005, hún kannski orðið monster hittari. Það fólk hefði orðið miklu meira svona tengt við hvað var að vera að stæla. Þessi mynd, nei, hún var ekki stór. Myndið þið segja að Kiss Kiss Bang Bang, er þetta aðgengileg mynd fyrir kannski eitthvað sem þekkir ekki Shane Black? Já, í rauninni. Mér finnst þetta er eitt af myndunum sem ég sýni og fólki þegar fólk svona vil vita hvernig myndir ég horfi á og svona hvað ég tel vera virkilega svona vel sett, bara myndir sem eru rosalega vel setta saman og bara svona, sérstaklega því myndir sem ég sýni fólki eru oft svona myndir sem ég elska frá, þú veist, handritslega séð og þetta bara svona, og Kiss Kiss Bang Bang bara, þú ert bara að sjá fullblown handrit á skjánum, þetta bara, það allt svo lifandi. Og hvernig er fólk tekið því? Þú veist að sína einhverjum þessa mynd? Ég hef ekki sýnt mannesku Kiss Kiss Bang Bang sem var fyrir vonbrigðum. Og þannig fólki fannst það skemmtileg? Já, bara, þú veist, alveg hlegið vel uppátt og bara svona alveg bara, djúvill var þetta góð mynd og svo fer það að spyrja bara, þú veist, alveg bara eru til einhverju í þessum anda sem þú horfur og það voru bara Last Boy Scout, Nice Guys. Þessi mynd er embodya svolítið það sem ég væri til að sjá sem bara stigma á Hollywood, skilju, svona stórmyndum eða svona stúdíó, einhvern veginn svona víkulsmyndum, skilju, eins og það er svona bæði með skemmtanagildið og svona litla leira og líka að þú farið þessu handiti á skjánum, skilju, í svona einhvern veginn í réttlætalegri tímalínu finnst mér að þessi mynd hefði átt að vera risa hittari, skilja, sem bara fólk hvert eftir öðru var springandi úr hlátur í bíónum, en hvernig, kannski þeir átti bara að hafa fleiri svona óvissusýningar á hann, en ég get ekki ímynda mér og allt fólk sem ég sýnt þessa mynd, það er nokkur svona stóðir sem met eftir hvernig fólk er að fíla, þú ert ekki fann að hlæja þegar pissa á líkið, þú ert ekki fann að hlæja þegar missi puttar upp í bara svona what the fuck, svo er með þetta með, þú veist, pyntingasenuna, þetta er bara hvert eftir öðru. Já, þú veist, þetta er svona, it's hard to miss, hvernig getur ekki fíla þetta? Þetta er líka svo ákveðið svona tækling á þessu, veist, að því neo-noir er rosalega svona flókin hlutur til að auglýsa fyrir fólk sérstaklega þegar þetta er svona upp á skemmtanagildið, að því þetta er svo rosalega ákveðin svona geiri sem þú ert bæði að setja spotlight á og þú ert að snúa honum á hausinn. En maður hvað framleitir þessa mynd? Þetta er alveg gert af alveg Popcorns stúdíó, já, þetta er Joel Silver mynd. Þannig að þú veist, það er kannski eitt og sér útskýrir hvað hann lúkka vel, hann kunni að gera slikklúkni myndir og mjög magna að hann bakkaði upp Shane Black þegar enginn annar vildi gera það. Silver? Já. Það er í rauninni, já, það er Silver að þakka að við séum með hann. Já, það er nefnilega ein mynd sem kemur eftir þetta, bara 2 ára seinna, hún er bresk og hún er að tækla rosalega en hún er að tækla þekktari geir og hún er að snúa hann hausnum. Hot Fuzz! Þú veist, en hún var huge. En áður skildu nefna hana, myndi ekki segja að hún var meiri grínmynd, eða hvað? Jú, en þetta er samt svona, þetta er svo svipað, það er verið að tækla rosalega specific hluti, því þarna er verið að tækla allar þessar actionmyndir, þessar guns blazing, gun fu, quippy dialogue, buddy cop. Önnur er meira svona bersýnilegri vittleysa, góð vittleysa, að menn hinn er
sem kannski off-putting fyrir marga, sem að þú veist, hún svo drab, Kisses Bang Bang, skilur, þetta svo sleazy LA sem við sjáum, þetta svo mikið morbid, en það það sem gerir svarta húmórinni þeim betri, skilur við, það að við erum búin að lingra á þessum putta, það að við erum búin að fá þetta ógeðslega slummy setting, að fá síðan svona ótrúlega idiosynkratískar senur, finnst mér einhvern veginn bara, þetta svo cool kontrast. Já, líka, ég skil líka því sömu atriðarna alveg erfið að horfa eins og þegar hann skýtur stelpuna hann að vondigæinn sem Lockhart dreipur síðan setna með bleika hárið og hún sér Downey undir rúminu og hann þarf að, þetta erfitt að horfa. Já, ég sammála. Þú veist, bara ekki koma upp mig, og hún að deyja hérna fyrir framan og maður bara svona, oh my god, þetta var örugglega erfitt fyrir mannin. Og eins og búið að koma inn á, Harry tekur alveg nokkuð moment í þessari mynd, þar sem hann bara svona eitthvað svona pínu svona að jafna sig. Og mér finnst magnaði myndin gefið sér þessi moment. Og það, þú veist, með djókonum og einhvern veginn svona þessu wackinessi sem í framvindunni, þá samt, þú veist, þá leifir myndin sér þetta að það sem hann að gangi í gegnum og upplifa og sjá, þetta alveg head-scrambling shit, sko. Þetta rosalegt og þú veist, og bara eins og, ég var eiginlega búin að gleyma þessu momenti, þetta svo gott. Og hvernig þetta bara svona, hann draf mann, hann sá mannski drepast fyrir fram að sig og svo verður hann í rauninni þungamiðan í stórum Hollywood shootout bardaga. Eiginlega fyrir henni. Og líka einhverstaðar í þessu sama atriði þá hundur að éta puttan hans og það ekki spila sem djók. Hann bara, ok, við þurfum ekki að ágjöra puttan hann einhver. Þetta nánast fyrst svona ticking clock moment. Nei, náðum fyrst, ok. Já, hann segir mér bara að þetta ekki ágjöra slengur. En áherslu með atriðið mitt þá svo nefndum við kona sem er drepin. Af því að ég horfði bara á hann í gæri sem og þetta alveg óþægt atrið. Það líka því að við erum undir rúmunum með Downey Jr. Og við heyrum bara vondagæðan tala við stelpuna, svo hún alltaf skotin, en hún ekki alveg dáin. Þetta fellur niður, horfur á Downey Jr. og spyr hann í rauninni bara, hver þú? Og hann eitthvað setur svona, þetta rosalega, þetta pínu átaklegt atrið. Það 3 atrið myndir að minnsta kosti, þar sem að karakter upplifa hinn undarlegasta skít áður það deyr. Fyrst með þetta, hún bara eitthvað svona, þú veist, lendir í þessu, svo bara gaur, skilur, og svo ertu með hann að Captain fucking Magic gæjan, og svo með gæjan sem er drepin í rúllettinni. Ég myndi bara hans síðustu moment. Fuck. Það átti engin von á því, hann yrði skotin. Og það líka, þetta með eitt af mínum uppáhald svona slapstick moments, það var þegar gæjin lemur Downey með byssunni, og hann bara svona, áh, fuck! He's the one who said it, þú veist. Já, það hann með Kilmer og Downey. Downey fær alltaf á baukinn fyrir shit sem Kilmer segir. Það svo fyndið. Og Kilmer elskar það. Og síðan þegar hann tekur byssuna af honum og Downey slær gæjan í andlitið. Yeah, I just hit you for no reason. Sucks, doesn't it? Og líka að Downey Jr. frábær leikari. Mér hefur alltaf fundið svo vanmetið að, þú veist, Jú, þú veist, í rauninni í Kisses Bang Bang Downey Jr. bara að vera Downey Jr. eins og maður þekkti hann oft áður, skilur. Hann bara þessi persóna. En mér finnst að vera ekstra meiri Tony Stark í þessari mynd, áður að Tony Stark í hans tólka var þing. Þetta er að vera eitthvað æfing. Já. Svo fer þetta full circle setna mér. Mér finnst þeim svo skemmtilegt að þetta og Zodiac keppast oft topsætum, af því þetta eru bæði myndina sem ég finnst að hafa bestu Robert Downey Jr. performance. Ég meina, finnst það ekki góða leikari? Downey, jú, ég kynntist Kiss Bang Bang af því ég var bara á Downey rulli. Fattur, ég var að horfa á endalasta myndu með Downey Jr. Já, þú meinar. Af því ég þarf að sjá meira af þessum leikara, ég nenni ekki alltaf að horfa. Komst það Singing Detective og Charlie Bartlett? Fórstu það á linn? Ég fór í gegnum mynd alltaf. Ég horfði á Gothica, sko. Lékar ekki með þessi í Gothica? Var þetta ekki bara árað undan? Jú, við minnið það? Jú, og síðan var hann líka í Tim Allen myndin, hundamyndinni, hvað heit hún? Shaggy Dog. Shaggy, wow, ég var búin að gleyma þessu. Eins og ég segi, þetta voru ekki góða árun að Downey. En hann ennþá leikast um í drasli, dúlitt og eitthvað. Hann var reynda frábær í Wonder Boys, sem lít séð en stórkostleg mynd. Hann með Toby henni líka. Jú. Já. Wow. Er ekki frá 2000 eða eitthvað? 2000, já. Curtis Hanson, sami gæði gerði LA Confidential. Mjög vanmyndi mynd. Já. Alveg rétt. Ok, Kisses Bang Bang, erum við með eitthvað meira að manna eða að fara næstu? Ég það munur eitthvað meira að poppa upp svona eins og við erum búin að gera. Það svo mikið eftir að tala Shane Black og við skoppum alltaf til og frá með þetta. Það munur að koma fleiri punktar þegar við komum að til dæmis The Nice Guys. Hann átti allavega skilið að komast aftur í spotlightið og hún fekk rosalega gott audience, eða svona critical receptionið var through the roof.
hún fekk frábæra dóma og þú veist, hún var mikið sýnd á svona filmfestival circles og þannig og fekk svona sitt út, þannig ég held að bara fólk mjög víða hafi bara svona yft öxlinni hvernig ósköpunum þetta ekki word of mouth mynd að spreðast hraðar. Ég held að uppáhaldsgagnrýni sem ég sá um þessu mynd, það var ekki kritisism, þetta var bara svona frá einhverjum gagnrýnanda og það var hérna gagnrýnin að spyrjaði á bara where did this movie come from? Já, einmitt. Það var bara, hvaðan kemur þessi mynd? Hún er svo mikið, en hún er æði. Bara, eins og ég segi, hún er alltaf að berjast hvor uppáhaldsmyndi minna því ég dýrkaði þessa mynd. Þú elskar þessa mynd. Já. Hún gefur 2005, svo gera hann ekkert fyrir en bara Iron Man. Já. 2013. Pælið því. Það 8 ár. Pælið að geta tekið sér svona pásur af og til. En hvað var að frétta? Vitið eitthvað hvað var í gangi? Ég veit þetta var ekki hittari Kisses Bang Bang. Hann var örugglega bara ennþá, Kisses Bang Bang áttur að vera hans svona afturleið svona, til að fá svona seat at the table, skilur við. Hann var virtur, hann var go-to-gæðin, allir öfunduð hann eins og kom inn á og fólk vissi alveg hann með rödd. En svo held ég bara út af því að hann alltaf var í Hollywood skammakróknum, fyrir skilur bara minnar, hann var ekki eftirsóttur lengur. Og ég meina, money talks, því miður, það bara Hollywood hugsar ekki, þetta góð mynd, fá mann út af þessu, skilur ofta bara svona, já, hvað grætti þessi sem þetta eitur, hann greinilega ekki að fara að gefa okkur peninga. En svo bara já, kemur Robert Downey Jr. og vill svo til að Downey Jr. bara springur út ótrúlega, óvænt og gefur svo félagi sínum hann að líflínu þegar kemur að þegju Iron Man myndinni. Þetta var nuts og ég man einhver tíman, ég held ég hafi sagt það við Sindra félagi minn þegar við sáum hérna fyrstu Iron Man myndina á einhver svona pröfusýningu og við vorum báður ógeðslega impressed og ég sé að það ég aldrei fíla Iron Man, by the way. Ég var alltaf bara svona, þetta er svo bara mikið eins, bara allt og frest. Já, þú var aldrei fíla fyrstu? Nei. Og við fílum Downey í henni, en svo bara svona, vá, hvað þetta var ekki það fáir svona þriðju aktar sem ég fyrirlít meira í Marvel-myndinni heldur í fyrstu Iron Man myndinni. Ég get ekki undir það. En einhvern síður, þá svona, ég man að ég átti samtal við þar félaga, það sem við bara, myndi þetta ekki svolítið Harry í Kisses Bang Bang? Jú, hvað er næs að Shane Black myndi gera fucking Marvel-mynd, það er aldrei að fara að gerast. Svo leið og Avengers, skilur, var bara biggest things in sliced bread þarna árið 2012 og ég man ekki hvort það var fyrir útgáfið eftir á sem var bara og direktorinn á næstu Marvel-mynd sem sér verið Shane Black og ég var bara, þetta er fullkomið. En bara eitt stutt, það er kannski alltaf að taka fram, ég heldur sem ekki búin að nefna það, hann alltaf hefur unnið mikið sem bara hálfgerður skriptdoktor, hann hefur að ditta einhverjum handritum, laga til einhverjum handrit, oft on-creditað, þannig að hann satt ekkert bara rassinum og gerði ekki neitt, hann var væntanlega að vera eitthvað að vinna við að skrifa svona. En hann gerir þess að Iron Man 3. Hvernig fannst ykkur Iron Man 3? Sko, ég var ekki að hrifuna henni þegar ég sá hana fyrst, þá 2013, þá er ég 17 ára. En því meira sem ég séð hana og bara því meira sem árun hafa liðið og því fleiri Marvel-myndir sem við hefum fengið og ofurhetjumyndir og allt það, ég elska Iron Man 3. Hún er æði. Hvað er svona gott það? Þetta er ofurhetjumynd en þetta er Shane Black mynd líka. Er þetta alveg Shane Black mynd? Já, með svona þessi twists and turns og ég elska þegar fólk kvartar undan með endarinn-twistinu af því mér finnst þetta svo heimst. Af kvörtunum þá væntanlega. Já, af hverju er heimst? Af því þau segja alveg, Shane Black og þeir skemmtu The Mandarin. Nei, stopp. So, Mandarin er rosalega erfið stereotýpa til að tækla því þetta er bara einhver asískur galdrakall með einhverja 10 hringi. En hann er ekki til í Iron Man 3, það er bara verið að nota titillinn The Mandarin og hann er hryðjuverkamaður í nútímanum og ég elskaði það því þetta var ekki einhver gæi í búning og gæi með enga töfrakrafta eða neitt þannig ég elskaði það átt að vera vondigæin og ég skila kvart undan twistunu að því en svo er bara leikari. Já, ég skil að kvarta undan twistunu ef þú fílaðir Ben Kingsley sem hryðjuverkamaður og allt það, því það var genuinely gott stuff. En að reyna að segja að þeir skemmtu The Mandarin. Nei, þetta er ekki The Mandarin. Það kom mér svo óvart, sko, hversu margir hengdu það og myndin bara var misfire út af twistinu og menn hugsaði, hvenær kom svona stór tentpólmynd fólki svona mikið óvart? Já. Enginn bjóst við þessu, að þetta yrði revílið. Mér fannst það brilliant. En það sem gerir þetta líka svo gott það er engin Mandarin til að skemma. Þetta er ekki karakterinn The Mandarin á neitt hátt fyrir utan nafnið og þetta var svona bluffjum, mér finnst það svo skemmtilegt. Ég skila kvartuna twistinu bara á því að þau hefðu viljað sjá Ben Kingsley meira sem þessi hryðjuverkamaður og allt það. En að reyna að sannfæra mig að þeir skemmtu The Mandarin úr teiknumyndasaganum,
Já, þetta ekki the Mandarin úr teiknumyndasögunum. Það ekki karakter þarna til að skemma. Nei, ég persónulega, mér fannst, Twisti fannst mér bara leiðilegt. Hann einhver leikari. Það fyndi. Þetta óslega, það kemur literally nýbúin að skýta. Það meira saman með fucking payoff frá brandari. Tókst þetta í? I wouldn't go in there for the next 30 minutes. Og síðan þegar Downey og Rhodey mæta þá fara stelpurnar inn á baðherbergið og þú heyrir í eina af þeim koma, oh my god, að því það svo vond lykt þarna inni. Ég það kannski gefa hann séns, ég sá hann bara einu sinni í bíó. Tommi, hvernig það styrir hann? Ég elska þessa mynd. Ég var bókstaflega með hann var að segja sitt, ég var bókstaflega að telja Marvel-myndina sem ég fíla meira en hana. Það ekki margar? Ég myndi setja henni í 5. sæti. Ég legit elska Iron Man 3. Já, væri bara 4 Marvel-myndir sem færi fyrir ofan þessa. Mér finnst hún outstanding. Þetta nútíma, overhitja tentpole hasarmynd, sett upp sem 90s bombast actionmynd, Shane Black finnst mér skína í gegn. Ég fíla bara hvernig allir einhvern veginn svona on fire. Mér finnst hasar þróunin frá því að hafa basically bara svona stationary, allt í masterskotum, Jon Favreau, eitthvað að gerast, ógeðslega uninspiring. Mér finnst það púls í hasarsenum í Iron Man 3, hvort sem það Monkeys in a Barrel, flugsenan og líka bara þetta, ég veit að margir fíla ekki, hann svo lítið í búningnum út myndina, en þannig verið að fara í rótina, eða einhverja rót á karakter, hvað er búningur það sem gerir þig, eða hver ertu án búningsins, þetta er náttúrulega koncept sem að Marvel-myndir hafa mikið að explora síðan þá, en mér finnst bara Iron Man 3 gera það best. Og þetta líka svo gott svar við línu úr fyrstu Avengers-myndina því hann segir big man or suit armor, take that off and what are you? Hann segir genius spilinu Playboy fyrir landið með skemmtilega lína. 3. myndi samt svara spurning, hver ertu án gallans? Ég er fucking Tony Stark. Og PTSD, hvað gerir það ofan á það allt líka? Og síðan bara, ég er fucking Tony Stark. Hvernig veist ykkur Pierce-kartin? Hann var ekki skemmtilegur. Vondur karli. Hann er svo fín. Hann er svo sniveling. Já. Þessi nörda stereotýpa sem að leika samt í byrjun myndar hann, ég er bara svona, þetta er Mr. Stark. Þetta er smá svona Batman Forever, Incredibles, svona Don't Meet Your Heroes, en ég elskar samt bara hvað hann er líka, þegar hann er orðin loksins að segja svona svaf, myndalegi, milljónumæningur, og hvað hann er samt líka eitthvað svo lúðalegur, og hann bara, I'm sorry, this is the universe. Það sýnir eitthvað svona 3D-rit af heilanum. Og það sem gerir þessa mynd svo skemmtilega er einfallega það að þetta í rauninni fyrsta Marvel-myndin þar sem kvikmyndagerðamaður fekk að gera myndina sína. Af því Jon Favreau hefur sagt að Iron Man 1 var í framleiðslu án þess að var complete handrit. Þetta er bara, en hún bara heppnaði svo vel. Iron Man 2, það er ástæðan okkur hann steig frá að leikstýra Iron Man myndunum út af verðsuna bak Iron Man 2. Incredible Hulk var bara eitthvað Thor Kenneth Branagh mynd, og hún alveg svínlukkar og virkar, en þetta er bara svona, en þetta er samt alltaf svona við þurfum að fylgja þessari formúlu, svo kemur Avengers, Joss Whedon reyndar fekk að gera myndina. Já, það er ekki alveg Whedon mynd. Það er mjög Whedon mynd, en það er svona, hann er að taka þessa karakter sem eru nú þegar til, en hérna færðu Shane Black, og hann er bara, hver er Iron Man fyrir þér? Og hann er bara svona, og kíkir á Avengers, og hann byggir svo ógeðslega vel á öllu sem er búið að segja okkur Tony Stark, að því hann tekur allt frá honum. Og það er svo skemmtilegt. Ég held líka þegar ég verðum að hugsa, þegar þú sagðir að það var einu fyrsta svona frá kvikmyndagerðarmanni, ég hugsaði mig, nei, var það Kenneth Branagh? Nei, hún var samt eiginlega svo og fekk svona mild og low scale og ekki nógu, það var engin áhætta í henni, basically, þessi mynd er alveg, hún alveg, eins og það er spice í henni, en það svo fyndi líka, ég myndi að nefna einmitt Joss Whedon, og við erum búin að tala svo mikið hvernig Shane Black díalógur virkar og getur verið upp á sitt besta. Svona, the antithesis við það er mikil Joss Whedonismi og magna hvernig mitt fyrsta Avengers endanlega bara svona mótaði hvernig oftast tónninn á Marvel-myndum alveg fram að þeim punkti þetta fór að vera partur af markaðsansóknum. Heyrðu, það er lína 5 mínútur og enginn búin að segja neitt fyndið. Þetta er bara eyðileggja svo stóra hluta því. Meðan mér veist Iron Man 3 eiginlega það átt að taka það frekar, það kefli við og það sem að, ef ætlar að láta fólk vera quippy, gera aðeins meira clever en ekki bara láta alla vera eitthvað svona í einhverju morfískeppni eitthvað annan. Basically, fyrsta Avengers-myndin er náttúrulega bara þau í bara einhverju rósti, allir, Shakespeare in the Park, og með mér Shane Black allavega að fara svona, það segir mér karakterina, hvernig Disney kemur út, frekar heldur en bara svona vera til þess að vera fyndin. Já, svona eins og þegar strákurinn að tala pappa sinni sem fór hann, bara, well, dad's leave, no need to be a pussy about it. Og eitt mest golden moment í Iron Man 3, yfir í öllu MCU,
mest Shane Black momentið, það þegar hann að taka út alla þess að gæða með að byssu einn og hann bara, dude, I just work here, these guys are crazy. Já, Minjónir bara eitthvað svona, hann bara, ég vinn bara við þetta. Þið eru bara að fá mig til að vilja kíkja eftir á hana. Og hann gerist í jólun, þú er ennþá tíma. Það er jólamynd. Leið með jólamynd, en þegar þetta tekið upp, gefum við eftir jólum. Já. En sem sagt, svo mitt líka þetta að strax frá fyrsta ramma myndanar, ertu bara svona, þetta er svolítið öðruvísi fyrir Marvel-mynd á þessum tíma, hún byrjar á Blue Dabba-dílanu. Mástu ekki eftir þessu? Þetta Eiffel 65 byrjar á philosophical ræðu frá Downey, bara hvað þið menn segja. Einmitt. Og síðan allir bara, já, listen up. Mér finnst þetta svo, þegar ég sá hann í bíó, ég hef svona, já, þetta er svolítið málið. Í dag hafa minnar endalaust verið að svona fikta með þetta, og þetta er náttúrulega, en allt líka svona pre-Guardians með svona Needle Drops var alveg bara svona, það þótt alveg ferst. En þekki það, eins og Shane Black, er hann stoltur af þessa mynd? Fekk hann að gera myndina sem vildi gera? Já, hann hefur sagt að hann myndi ekki breyta henni. Það fyndi samt að það var Drew Pearce sem stakk upp á Mandarin-twistinu. Já, það kemur ekki upp frá Black. Nei. Það er mjög gott moment í kommentarinu fyrir Iron Man 3, þar sem hann alltaf skrifar þessa mynd með Drew Pearce. Já. Og hann segir söguna fyrir því hvernig þeir kynntust fyrst og Marvel bara, það var búið að ráða hann, skilur, þú ert að ræta direktor Iron Man 3, svo einn dag hann kemur upp í skrifstofu til þá Kevin Feige og einhverja fleiri og þá var hann kynnti fyrir Drew Pearce og það sett við hann, þetta er Drew Pearce, hann er að fara að skrifa myndina með þér. Hann kemur, já, blessaður, gaman ekki kynnast þér. Nei, þú ert ekki að fara að gera það. Og svo endaði með því að finna góða dýnamík og þeir eru sama með kommentarið, þannig að hann var ekkert að híka við það, hann er bara, ég er ekkert að fara að vinna með einhverjum öðrum fókum kollega á þessu, en þeir virka. Já, er þetta kannski fyrst skeitt sem hann vinnur með einhvern svona handriðsundi, með kannski svona officially og skoðar afraksturinn, en hann er virkulega ofta eins og með Lethal Weapon 2 og þannig, hann er virkulega kannski byrja á einhverju eða tekið við, en hann er alltaf eins og sagði líka á hann er notorious handriðslæknir í Hollywood, svona, þú veist, hann er virkulega ekkert óvanur kollabi, en í þessu tilfelli komur hann bara svo að óvörum, sem endaði svo bara á því að vera rosalega einhvern veginn gefandi. Þú veist, bara það vill svo til að einhver gaur sem að tala svolítið hans lingu í húmor og það er absolutt hans hugmynd einmitt með að taka Mandarin-twist út. Þetta var líka alveg úthugsað. Það var ekki gert bara til að fokka í Marvel-aðdándun. Þetta var genuinely bara, þú veist, myndin er að presentera ótta við þessi hryðjuverk og þetta er svona að búa til þetta ominous presence af hér í Bin Laden-fígúran en síðan í rauninni verið að píla því að koma, nei, það er oftast einhver gæi í jakkafötunum sem miklu klárari sem á bakvið þetta og þú veist hvernig þið náu svona, þetta er svolítið Wizard of Oz, svo þannig skilur, og gæi var svo bara ekkert, bara leikari sem skilur, einhver töfri slættur í sem vildi bara horfa á fótbolta sinn, ég finnst það gott. Þetta er ekki ekki. Hvort er meira spennandi að Shane Black sé að vinna eftir bara sínu dóti, orginal karakterum, eða hann fær svona established, eins og þannig að fær hann Iron Man, Tony Stark. Sko, ég væri til að sjá hann gera meira af þessu, en kannski meira að adapta verk, eins og Kiss Kiss Bang Bang er náttúrulega íslega byggðið á einhverju bók. Hann ætlaði lengi að gera Doc Savage. Það stendur ennþá í IMDb síðan hans. Christ. Já, hann nefndi einhverju viðtala með Doc Savage og þeir vil ekki gera einhverja periodmynd. Og hann vil gera periodmynd. Þetta er alveg passion hjá hann, sko. Út af því að hann hefur talað svo mikið Doc Savage sem einmitt svona, hvað segir maður, svona gamalt, svona old school serial dæmi, sko. Þetta er algjörlega up his alley. En það hversu lítið fólk hefur verið til að gera það segir bara til að hann er alltaf að feysa sömu bardaðana. Já. Hann þarf alltaf að lenda í þessum slag og það greinir alltaf kannski einhver ótti við já, þetta er örugglega frábært handrit en er þetta að fara að selja? Þannig að Ok, ef að færa eitthvað yfir í Nice Guys. Áður við gerum það, þá langar maður að koma með eina kenningu sem ég er með. Iron Man 3 er framhaldið að Kiss Kiss Bang Bang. Hvað, þú voru að hann dafnaði svona vel, hann Harry. Útskýra það. Ok, nei, sem sagt. Þessi mynd er rosalega öðruvísi varðandi allar hinnar MCU-myndunar, en hún kemur líka á punktinum þar sem það var rúmort að Downey Jr. var að fara að stíga frá. Iron Man 3 er í síðastu myndir, hún meira þess að enda svolítið þannig, I am Iron Man, þú veist, eitthvað svona. En hún er með svona skrýpaleikin, hún er svona eins og buddy cop mynd og þú ert með Downey með rosalega svona Lockhart-ish performance. Þú ert með þetta skrýtna twist þar sem þetta er alltaf umturnast og allt það. Og í post-credit sequence-inu, þá erum við með hann Tony Stark, hann er basically búin að vera að narrata þessa sögu til Bruce Banner og Bruce Banner er og hann segir I'm not that kind of doctor. Í haustum á mér, þá er þetta sko samningurinn að Downey sem er að renna út, leikarinn Harry Lockhart mætir og pitchar Kevin Feige næstu Iron Man mynd. Og það er I'm not that kind of producer. Því hann er pín eins og Feige, hann er svona snóðar á haustum. Líka, nú er ég myndi áttum með þessu, ef maður setur þetta í þetta samhengi
hann púlar líka Harry í myndin með að segja þetta Brazilian Scott Baio. Það gæði sína tattoo. Þetta akkurat tilvísnið bandari sem var hérna í Kisses Bang Bang. Já, það rétt. Það mjög Shane Blackish. Damn, það cool. Þetta eins og þetta myndin pitch meeting Harry Lockhart við Kevin Feige. Og eitt sem ég líka fíla svona lúmst aukalega við Iron Man 3, hún bara svolítið one and done. Skilur, hún tekur við það sem að undan var. En á þessum tíma þótti svo refreshing að fá ekki Marvel-mynd sem var stór trailer fyrir næstu Marvel-mynd. Já, sem bara set up fyrir næstu mynd. Já, og ég hef oft heyrt bara, getur sleppt Iron Man 3. Hún skiptir ekki máli. Ég er svona, ekki sleppa Iron Man 3. Hún skemmtun. Ég þarf að tjekka hann aftur, alveg bara klálega. Ok, og færa ykkur í Nice Guys. Yes. Eru við tilbúin í það? Af því hann gerir sérst Iron Man 3, hún sló í gegn. Þetta átti að vera svona one for them, nú kemur one for me. Já, þá er henni líða hvað, 3 ár, en ekki 2016? Jú. Já. Það er Nice Guys. Ok, komum með það. Tommy, kannski byrja bara þér. Nice Guys. Hvernig finnst þessi mynd? Ég sett hana, mástu við hana í 5. seti. Já, ég man því. Hana í 2010 til 2019 topplistan. Mér finnst þessi mynd stórkostleg. Og í rauninni, þó Last Boy Scout sé svona, hún er svona, ég pyrri mjög á svona buddy myndir fyrir 90s tíman. Mér finnst þetta eiginlega að vera ultimate Shane Black myndin. Þetta er svona magnum opus. Ég er Shane Black, þetta er ég myndin. Finnst þetta besta myndin hans? Já, ég verð alveg að segja það. Þetta er svona, mér finnst þú mest svona, sko, þarna finnur þú hvað hann er orðinn skillful og skilur, hann er að nota alla reynsluna og trópin sem hann er að bæta ofan á. Mér finnst hann hafa meira að segja með kvikmyndagerðinni, mér finnst hann hafa meira að segja með periodinni. Þetta er svona eins og disposable Shane Black mynd, nema bara með öllu sem að reynslu meiri kvikmyndagerðamaður, svona sjóari kvikmyndagerðamaður myndi hafa samkað að sér. Mér finnst goddamn synd hversu fáir hafa séð hana. Já. Og ég man þegar hún komið mitt í bíó þarna sumari, þetta klest á milli, skilju, var það X-Men Apocalypse var í bíó á sama tíma og Ghostbusters þarna 2016 og hún var einhvern veginn svona að koma á svona sumarsísona sem fólk vildi bara, skilju, fara á eitthvað stórt og bombastik og með þetta var by far finnasta mynd ársins og þetta var mynd sem hefði sko killað í fullum sal. En fólk bara yfti öxlum og bara, nei. Já, mér fannst það einmitt svo sást þegar ég sá hana í háskólabíói 2016, það voru svo fáir í salnum. Það var bara, ég var ekki alveg að skilja af hverju þetta því að það var alveg byrjað að sýna hana sko og svo sá ég hana og þetta var svo mikil skemmtun, þetta var svo mikil bíó og ég var bara, af hverju voru við svona fáiðninni? Af því það var ekki ein manneskja með okkur sem var ekki að hlæja. Jú, ég var reyndar eina manneskja sem hló ekki, en það er því ég set upp svo mikið pokerface í bíói sko. En ertu sammála, Tóma? Er þetta besta myndin þar? Mér finnst þetta besta. Mér finnst þetta besta mynd 2016. Mér finnst þetta alveg ennþá herra mér. Ég gerði einu svona topplista yfir bara bestu mynd frá 2011 til 2009, 2010 til 2020 whatever og Nice Guys er alltaf efst hjá mér. Mér finnst hún kraftaverk. Og mér finnst hún eiginlega, þó víða væri leitað og það er mikill sarpur að veljur. Mér finnst þetta eiginlega mest fótbolmyndin. Já, vá, eitthvað finnst þú bara, það hljómar sig eitthvað finnst þú bara tölast betur en Kisses Bang Bang til dæmis. Þetta er mér finnst þú náts betri. Já, þetta er besta myndin af Shane Black. Það er bara, ef það er ein mynd sem þarf að kynna þér fyrir honum bara 100% áður að því Last Boy Scout aðeins meira viscerally, óbæðisfullari Kisses Bang Bang, aðeins svona fyndnari, en ef þú sýnir bara, hérna er mynd sem Shane Black var 100% með allt á hreinu, þetta er Shane Black in his purest form, þetta er eins og Tommy myndi segja, þetta er bíó, þetta er bara En hvað hefur þú þá fram yfir eins og Kisses Bang Bang, ef við myndum bara bera það saman? Er hún með skemmtilegri karakter, er þetta skemmtilegri saga, er hún fyndnari, hún er ekki jafn convoluted. Það er eiginlega það sko, mér finnst bara ef ég myndi taka hana saman, bara hún er svo slikk og beinskeitt. Ofan á það ertu með stórkostlega karaktera, ofan á það ertu með bandir sem styrkir söguna, ofan á það ertu með greinilega svona vel smurð gangverk sem er ekkert bara að leiða frá einu situationu til þess næsta. Það er alveg, þú veist, ok, gott dæmi þarna. Það er þetta sena það sem að Ryan Gosling og Russell Crowe er að keyra. Ryan Gosling er fuck shit þreyttur. Við komumst ekki aðeins strax en hann er að dotta við stýrið. Eina, sko, ef þú hugsaðir frá handritsleveli, eina sem hefur verið að koma til, sem þarf að koma til skila á pappírnum er þegar komast að því að peningarnir eru falsaðir. En hvernig fer Shane Black að því? Það kemur einhver abstrakt dream sequence sem að byrja bara að spjalla við ofvaxna bíflug í aftursætinu og feelingurinn á senu þannig að Russell Crowe er bara unfazed yfir þessari bíflugu, hann er bara, já, hvað ertu bara gaur? Þú getur sleppt stýrinu, bílinn keyrir sjálfur og sýnar honum engolganið. Já, hann er alltaf gert þetta og myndin er að bjóða upp á setup sem er svo kjaftaði og myndin við bara í þess að rugl senu sem leysum þess að hann vaknar undir stýrinu, þeir klessa á
sjá að peningarnir falsaðir. Þetta eina sem þurfti að koma til skila. En Shane Black fer, the scenic route, the extra mile og þetta brilljant. Og þetta finnst mér encapsulata hvernig þessi mynd bara, hún vakandi. Gosling og Russell Crowe. Gott chemistry, góðu leikarar í þessari mynd. Ég fíla ekki að Russell Crowe í hverju sem en ég fíla hann þarna. 2 birds in 1 chain, sko. Russell Crowe betur en Gosling í þessari mynd? Russell Crowe æðislegur í þessari mynd. Mér finnst alveg, það sem særir mér svo mikið við þessari mynd bara hvenær hún kemur út, af því mér finnst eins og þessi mynd að ég löngu hættur að taka óskarnum alvarlega. En ef maður fer yfir þessari mynd, þeir höfðu báður mátt vera tilnæmdir handritið þegar sérstaklega átt og sérstaklega fucking cinematography í þessari mynd. Þessi mynd breathtaking. En Russell Crowe í þessari mynd, þetta uppáhaldsperformance mitt með Russell Crowe. Þetta alltaf period mynd. Bara 70s, bara gúrmi. Þetta uppáhalds Russell Crowe performance-ið? Já, því það svo skemmtilegt að sjá leikar sem eru jafn alvarlegir og hann og elska sjálfan sig jafn mikið með jafn mikið ego að leika eitthvað svona. Þetta myndi mig á mig þegar ég sá Analyze This í fyrsta sinn og var bara, Robert De Niro fyndinn? Já, hvað var þetta? Þú veist, þetta svona, hann en að sama skapi, þetta var ekki löngu eftir að, heimurinn hurriltist yfir hvað Gosling beautiful og multitalentaður og allt saman. Þessi maður getur ekkert rétt í þessari sögu og hann bara mesti, hann auminginn. Eins og ég held ég mér að ég hef sagt í þessum þætti að hvað ég elska við climaxin að hann samastendur mest með Ryan Gosling að detti gegnum hluti. Já, það reyndar rétt. En hann líka sýndi það, ég man ekki þegar Gosling fyrir þessa mynd, þú kannski leiðist mér Tommy, að maður það. Því mér varst að hann genuinely fyndin í þessari mynd. Þetta fyndin. Hann hefur alveg sýnt merkjum húmór, hann fyndin í Crazy Stupid Love, hann fyndin í hellinga, en það var svona fyndin á svona straight-faced leveli. Þarna nær hann að vera, þú veist, hann skrækir og hvernig hann öskrar ótrúlega og hann, og bara levelin sem hann tilbúin að leggjast á fyrir peningana bara þetta þessast karakter. Já. Og líka Gosling sjálfur gerði öll sín stunts. Hann var alveg að kasta sér í gegnum gler og allt, sko. En það líka, að því hann góður líka, sko, að hann fyndin, hvernig hann deliveras línunar, en líka svona physical dót, eins og þegar hann á klósettinu. Ég var einmitt að hugsa það. Þetta svona brilliant. Að hugsa þessu síðan á blaði, þú getur ekki skrifað eða preppað hvað comic timing og það hvað hann reynir að, þú veist, hann reyna að halda byssunni, halda, þú veist, sér það því vera exposed, halda hurðinni og þetta dansar einhvern veginn eins og trommusóló. Misti sígarettan sinni onni í nærbuxum þar. Og þetta directing, þetta pure new movie magic þessi taka. Ég þegar ég horfði aftur á hann líka fyrir hann þá. Og mér fannst Gosling vera svo ógeðslega fyndin. Já, það svo fyndið að hann stígur upp á klósettinu með buxurnar turn around. En þá með bara... Þá líka segja hann, það speilina. Já, loka það augun. Og ég líka, þú veist, og þessi mér tekar á annar level, svona tróp, eða svona incident svipað og var í Kisses Bang Bang, það sem að, þú veist, þú heldur á sena sér að fara hingað, en svo missir það í lokna puttan. Og mér finnst það eiginlega fyndara í þessari mynd, það sem að þú veist, bara með mjög basic senu. Og hann bara að koma að, hann bara að brjótast aðeins inn í dyr, ekkert mál, og senan bara það. Úps, hann sker sig smá, og svo bara smash cut komin í sjúkrabílinn, og þetta orðið bara risa thing út restur af myndinni. That's a lot of blood. Og hvað þetta spila sem svo mikið fríksliðis dásamlegt. Ég líka elska bara atriða undan þegar hann að reyna að múta gæfunum með peningaseðil sem er svo peysa. So nice sweater, thanks, I made it for you. Og gæðin kemur, well, I made this með hafnabaldakilum. Oh, fuck. En þeir saman, Crowe og Gosling, gott chemistry. Já, æði. Mér finnst eins og þetta með heima með bara iconic screen duo, sko. Þeir eru... Þetta kombo sem manni hefði aldrei dottið í hug. Nei. Aldrei. Þú getur aldrei sannfært með bara, ef maður var að tala hverju eru flottir saman, svo myndi ekki segja, ég væri til í að sjá mynd með Russell Crowe og Ryan Gosling. Sorry, þú ert hver aftur? Þú þarft að vera með mjög spesifik mynd í hausnum til að þetta gangi upp. Og þú veist, það enginn að fara að sína með mynd af Riggs og Murtaugh og Gosling og Crowe. Og þetta er, þú veist, þeir eiga heim í sama líki. Ef eitthvað mistir betri, skilur. Þetta bara út af því að það Þetta besta dúoði í Shane Black mynd. Nú stórt Ég var bara ákveðs að spurningu. Fuck me, man, damn it. Ok. Fuck. Ok. Þetta verður þömmneilu fyrir þetta. Kjaftstopp. Burtsi frá gæðu myndarinnar. Stopp, já, ég skal gera. Já. Þetta var gun to my head, ég skal segja já. Þetta besta Shane Black dúi. Betur en Jimmy Dix og Joe Hallenbeck. Damon Wayans, eins fullkominn hann í Last Boy Scout,
eins og Hallenbeck eins fullkomna í Last Boy Scout demo eins fullkomna það alveg smá level munur. Það næsta sem að því kæmist væri þá annað hvort myndi ég segja Gabe Perry og Harry Lockhart eða Gina Davis og Samuel Jackson, það sem að nixar Gina Davis og Samuel Jackson bara handritið ekki jafn slikk og úthugsað, þannig að keppnin eiginlega á milli Val Kilmer og hinna, en það kontrastinn hjá Gosling og Crowe sem með þetta, annar bara, hann bara ógeðslega vel svona götu sjóður sem Russell Crowe og þú veist bara hann svo mikill no bullshit gaur og þú ert nánast bara hræddu við hann eins og Gosling hvað þessi gaur að fara að gera. Og sama tíma, ég elska hvernig handritið gerir Gosling svo likeable og við styðjum hann þrátt fyrir að ekkert gengur upp hjá honum og við erum alltaf að bíða eftir, ok, núna kemur redemptionin, núna að fara að vera töffarinn eins og Harry náði að vera. Nei! Það verður bærun aldrei. Og hvernig líka, og það eitt sem ég svona eiginlega tengi við sem faðir, þetta hann með úlingsstelpinu sína í myndinni og sem alltaf klárasta karakter í myndinni og ég dyrka hana, en það þetta momenta sem hún bara hann tekur hana með sér í clownpartíð og hún bara, Dad, there's like horse and stuff here. Sweetie, we already talked about this. Don't say and stuff. Ég tengi svo við þetta. Og þú var alltaf að blóta veldi eitthvað betra orð. Ég verði að vera sammála Thomas, eins og Gun to my head þá finnst mér þetta besta dúið, en það einfallega bara frá þeir eru svo likeable saman þráttur að vera svona dysfunctional og ástæðan okkur Jimmy Dix og Hollenbeck þetta er ógeðslega skemmtilegt hvað þeir þóla ekki hvern annan, en það líka bara þetta líka, maður þekkir það á bak við tjöldin, hvað þeir þóldi ekki hvern annan og það býr til svona interesting magic að því hver einasta lína sögð bara eins og langi að segja þetta, bara, yes, ég fæ að drulla yfir hann og ég ætla að meina það. En með Gosling og Crowe, þetta er svo mikið scripted, en þetta er svo ógeðslega náttúrulegt og þetta kemur ekki frá hennum hatri að því að maður horfir á behind the scenes, allir voru að hafa gaman, en samt getur þú keypta að þeir þóla ekki hvern annan. Maður bara svona, þessi performances eru off the fucking chain. Og gera líka svona aðeins meira magical þegar þú sér það þeir eru eiginlega farnir að gella og virka saman. Hvort þeir eru að fara að losa við líkið eða svona moment svona hægt og rólega þeir orðnir svo well-oiled machine og þeir náttúrulega verða svona detective duo í lokin sem playað sem rosalega svona happy-go-lucky takt á hann endir, en er í rauninu merkjum algjöra hörmung og þú veist, karakterinn Russell Crowe er búin að vera alla myndina edrú, það er að drekka og hann er í átaki og svo magna hvernig basically Gosling hefur ekkert nema slæm áhrif á hann, en myndin í lokin playar þetta eins og þetta sé bara eitthvað svona ógeðslega svona triumphant dæmi og þegar þeir sjá að þeir ekkert gekku fyrir þá í keisinu, þá kemur það Gosling at least you started drinking again hann að playa og með myndin að segja, hann er fallinn, þetta er ógeðslegt en samt, þeir eru likeable, þeir eru mannlegir. Já, og líka bara, þú veist, það fokkaðist allt upp á allt og kannski gekk þetta ekki alveg upp, en eins og með þetta at least you started drinking again, allavega hann líður þeim vel núna. Þeim líður vel. Þetta er góð sena. Og það er jól. Eins og þetta með þetta. Það er jól. Eins og the stink tie. Ok, önnur spurning, að því voru spurning besta dúið. Hver finnst, að því við erum komin að Nice Guys, hver finnst ykkur vera best, af þessum leikurum, maður leiki í Shane Black mynd, hver finnst ykkur vera bestur með Shane Black dialog? Bara svona að byssa á hausinn til að verða það að velja. Ok, þá verið skotanarinn að svara, sko. En ég ætla ekki að segja Samuel Jackson, hann fyrir svo vel með Tarantino-dialog, þannig hann er átt. Ég verð að segja, þetta er kannski hot take-in, ég verð að segja Russell Crowe. Russell Crowe? Já, því það kemur manni svo óvart hvað hann næra að segja þessa línu vel, eins og jafnvel litlu sinnundar, eins og það er eitt sem ég og Máni kvótum alltaf, við hlófum svo mikið, það er hann að þeirra fucking hann að gæðin, hann að Brothers Grimsby looking motherfuckerinn með málninguna í andlitinu, hann er að kasta fiskum í hann og hann kemur svona, oh no, og síðan alveg, is this what you came here to do, to make me eat fish? Þetta er svo skrítin lína en hún er svo perfectly delivered að því þetta er svo súrealísk lína sögð af svo mikill hvað segir maður, innlifun, þetta er bara svona maður veit að hann er að meina það sem hann er að segja því hann er í svo skrítnu situationi og hann er að segja það uppátt og hann er eiginlega, hann svona pýrir auguna því það er eins og hann átti sig á því hvað orðin úr hann veru skrítin. You came here to make me eat fish. Er hann að toppa Bruce Willis? Já, Tommi, þú ert ekki búin að velja? Ég er búin að velja núna, ég er náttúrulega búin að skjóta mig, en ég eftir miklu umhugsun, Þetta var á milli þeirra, þetta var á milli Crowe og Willis. Ég ætla að segja Bruce Willis sem Hallenbeck og ástæðan er nákvæmlega fólkin því hvað hann er að taka brandara sem á blaði virka, einhvern veginn bara virka eins og þeir eiga ekki að virka.
Nei, sorry, klárað. Nei, það er eins og þegar Hallenbeck og Jimmy Dix eru saman á lögreglustöðinni og hann horfir á buxurnar hans, svona tappa tísku buxur og hann bara svona heiftin og fyrirlitningin sem er á þessum manni. Bara their pants, they cost $600. Yep. But they don't have any TV in them or nothing. Hann bara svona, já, það er einmitt þetta er eitthvað sem getur ekki preppað. Það er heiftin í alvörinu. Mér finnst það skapa magicið. Ef ég ert að segja samt, mér finnst Russell Crowe kannski fara best með línundar as in delivery-wise eða svona hvernig það segir það, en ég var að segja að Bruce Willis er besti maður til að embodya Shane Black 100. Það er bara, hann er svo mikil Shane Black karakter nú þegar. Ég verður að koma mitt persónulega mat. Það eru margir sem eru helviti góðir. Bruce Willis. Ok, heyrðu, fuck it. Nei, við búum Trifecta. Þið þurftu að sannfæra Bruce Willis aðdáðandan. Þú ert ekki mest í Bruce Willis aðdáðandinn, en við þurftum að sannfæra Bruce Willis. Gott case fyrir Crowe. Já, ekki miskjana, hann er líka flottur og alltaf, mér varst líka Gosling heldur góður, en Bruce Willis. Þetta er að því hann embodimentar línundar miklu betur. Hann notar líkamann sinn betur til að fara með, eins og þegar hann er að segja þessa brandara við gúnin, það er svo mikil líf í orðunum, svona hvernig það fer með þetta, hann svona, já, Bruce Willis er besti leikari til að fara með Shane Black. Mér finnst hann líka vera að segja eitthvað sem karakterinn, sem karakterinn myndi segja, finnst hann ekki vera að fara eftir línu sem skrifir fyrir hann. Bruce Willis er mitt pick. Já, Bruce Willis, svo myndi ég segja Russell Crowe. Við náum að taka niður okkar level. Já, ég þurfti að segja fuck it, þetta er bara svona, já, veistu, þeir hafi ekki rámt fyrir sér. Mín skoðun var röng. Ok, önnur spurning, með Nice Guys. Þið voru að tala um þetta væri, hvernig voru það? Að sagan væri ekki eins svona convoluted. Er þetta áhuga saga í Nice Guys? Hún er skemmtilega skrítin, en hún er rosalega áhugaverð af því þú ert með private detective sem er bara að gera þetta for the money, sem er svo ógeðslega skemmtilegt, af því það er svona eins og Hallenbeck, fyrir utan Gosling er líka rosalega góð detective eins og Hallenbeck, hann er með shitið sett aðeins meira together. Hann býr í flottu húsi og dóttir hans og hefur ekki glæst á fyrir hann að baki að vísu. Já, reyndar, já. Það er svona, mér finnst það svo fyndið, Hallenbeck hann er in a rut vegna þess að hann allavega var skilur bodyguard fyrir forsetan og meðan bara svona Ryan Gosling wishes að eiga eitthvað svona baki. Og ég elska líka hvernig hann sjálfur segir, og þetta er gott dæmi hvernig karakterar í Shane Black myndum geta sínt svo mikið með svo litlu, þegar Kim Basinger fær þá 2 til sín og hann er að playa sig sem rosalega svona, já, við erum aldrei að fara að gera þetta fyrir þetta, minni en, og nefnir tölu. Já, hún er byrjað að skrifa $10,000, hann segir 5,000. Og hann svona horfir á Crowe og blikkar hann, eins og hann hafi reddað En er hann vitlaus, þessi karakter? Já, hann er vitlaus en hann er ekki heimskur. Já. Fíbl ekki fáið þig. Já, fíbl ekki fáið þig. Það er einmitt svo, ég elska líka mómentið þar sem Shane Black, hann er að púla svo ógeðslega gott, svona hann alveg kippir teppin undan þér eftir að það kemur svona klísjum mómentið þar sem hann er að Crowe er á leiðin út, og síðan og Russell Crowe, nei, Ryan Gosling segir með tölurnar að þetta er airport, þetta er flugvöllur, og síðan bara svona, did he turn around? Og svona útskýrir, hann er komin í superdetektivin, hann er þetta, síðan keirar og það er engin flugvöllar hana. Það er svo, there used to be an airport there, yeah, I'm sure there was. Það var líka bara litlu hlutinir í þessari mynd, þegar ég hugsa svona litla djóka, svona svipað hann talaði með vískotið, þarna finnst mér Shane Black vera gjössalega byrjar að perfekta þetta. Það sé svo þegar Ryan Gosling er að reyna, hann er að gangi augun á einni stelpun í partíinu sem leiði til momentsins þegar hann dettur það af svölunum og rúllar niður einhverja brekku og ég elskar það að klifta aftur í stelpun og hún er bara eitthvað og fer svo burt. Hann sýnir nefnilega þegar hún fer. Og hún er svo langt frá, það gerir þetta að það finna það. Er líka sturlu staðreind líkið. Ég var alltaf að koma. Þetta er Downey Jr. Vissu þú það, Tómi? Mér vissi þetta ekki. Líkið sem er kastað, þetta er Downey Jr. Ef þú veist af því, þú getur ekki unshéð hann núna. Og það er líka eitt sem er svo gott þegar þeir eru að bera líkið þarna og I'm not Bekishner of, you can't even say Baryshnikov, you didn't, you got drunk, you fell in the pool, you were in the pool, I had to question the mermaids. Og það segir enginn, shit, svona Gosling. Ég líka elska bara hvað Shane Black fór út í svona skrýtnu komikur út af það eins og þegar hann kveiki sígarettuna og sér líkið. Þetta er svo bara, viðbröðin eru surreal. Og gott filmmaking. Já, Abbott and Costello bara,
hann bara þarna, hann búinn að rúla niður þessi farsikal event búinn að gerast svo myndið á, nei, þetta er hardboiled detective mynd og hann bara kveikir sér í sígarettu og login svona hægt og rólega unveilar líkið og viðbröður hans gjörsamlega orðlaus og með var kalla á hann og ef við erum líka að tala eitthvað gott þá það karakterinn Amelia, leikinn af henni hérna, hvað heitir leikon? Anguris Rice já, mér finnst það nefnilega rosalega nei, Margaret Qualley já, hann er ekki þann dóttur hennar ekki dóttur hans Amelia, hún svo frábær í þessar mynd og ég elska það annars svona moment það sem hún bara, þetta eins og audition atrið, það sem hún bara að segja eitthvað, hún að tala þú veist, fascist, Bogart bara í rúmunu og þetta svona, stelpa, þú veist ekki hvort að segja og það svo fyndið þetta ekki dóttir Andie MacDowell? Jú, hún líki, sáðu Mate þættina á Netflix nei, ég ætti að kíkja það hún í Hollywood samt það ekki jú, en þar sýnur hún, ég búin að sjá Mate þar sýnur hún bara, hann er ógeðslega góð leik já, ég hef verið hrifin af henni sko síðan það næskar, ég var mjög hrifin af henni í til dæmis Once Upon a Time in Hollywood, mér er svo mikið synda hún var í hérna piece of crap Netflix Death Note myndinni af því hún er hræðileg í henni, það því myndin er hræðilega og vissi engin hvað, vissu þið að Shane Black langaði upprunalega að gera hana sá mynd Death Note? Já hún langaði lengi að gera Death Note mynd og það hefði virkað, hann er nógu gáður það er skrítið blanda Shane Black já, en það hefði allavega ekki verið boring en sko til að betur koma aftur yfir gamla spurning á það sem hefði Shane Black frekar átt að gera svona director for hire myndin en gæslega svarið er algjörlega já, en fyrst alveg við hefum þó fengið fleiri Shane Black myndir, skilur og líka svona hans touch á því að vísu, en það er mynd eftir en samt sem áður, þú veist, þetta er svona frekar heldur en engan en líka sko, eins og við komum líka inn á það er alveg spennandi að sjá að tækla svona annars manns materiál og það er sko, ef eitthvað er hægt að segja að koma í veg fyrir að gera, þú veist, fyrir Shane Black eitthvað ótrúlega flekklausan, það er svolítið þetta hvað hann relæði mikið á trópin og ég er svo þakklátur að dótturinni, Anguris Rice er ekki rænt á undir lokin á þessari ég maður því bara að horfa hann ég bara svona nei, það er ekki að geta svo, shit, hún er eiginlega ekki bara klárasti karakterinn í myndinni, hún er actually mest proaktív karakterinn í rauninni það kemur því að leysa ráðgáttuna ég verð að segja til mitt því ég horfði hann aftur núna fyrir þennan þátt og hún buggaði mig stelpa en svo þegar ég horfði á hana þá var ég bara að byrja hún er miklu minna í myndinni hún buggaði mig ekkert núna því hún er í minningun fannst hún væri bara 80% af myndinni en hún er ekki það mikið í henni þetta er alltaf langmest bara þeir tveir svo þegar ég mitt horfði á hana aftur ég held að horfa á hana 5-6 sinnum mér finnst svo gaman hvað ég sé alltaf meira og meira kvikmynd í henni fyrst hugsaði bara þetta er skemmtileg mynd shit hvað allt er að virka hún er drepfyndin en svo sjá hana aftur og sjá hvað Shane Black er að hlaða mikið inn í hennar söguþráð til að mynda þetta er náttúrulega mynd skilur það er verið að fela samsæri inn í klámmynd það sem er verið að setja fókus á að söguþráð klámmynd skiptir máli og líka hann kemur aftur þetta hann sem hann er að humanæsa þú veist klámstjörnur skilur sína það er fólk á bakvið þetta og það er góð sena hann sem er ekki hann er að koma að dóttur sinni sem er að horfa á klám með einhverju konu hann bara how can you watch this? Watch it, I'm in it já, það var Russell Crowe og líka þarna þegar þú veist myndin byrjar því að það er þú veist það er klámstjarna eða klámleikona sem lendir hérna í slysinu kemur hérna að húsið einhverju dreng og fyrst sem að gera er bara svona setja flík yfir skilur líkamann og það er eitthvað í þessu, eitthvað svona einhver sál og það er mikið Shane Black að hugsa látið þið friðið, þeir eru sáttu þeir bara að gera vinnu sína skilur og sérstaklega nýlega fekk ég svona tilfinninguna að þessi mynd var í geðveitt companion piece fyrir hérna LA Confidential. Það er þetta líka með skemmtileg tenging af því að mér varst Basinger og Crow. Já, mér varst þetta rosa, ég er mikill LA Confidential maður. Mér var svo gaman að sjá þau aftur saman. Af því þetta er í fyrst skipti þau leikur saman eftir LA Confidential. Og það er svona svipa svona, það er verið að veila eitthvað stærra og stærra og stærra, þú ert með svo mikið svona slice of the period sko, sem þú færið eiginlega bara svona, það er ekki of mikill fókus á það. Þetta bara er þarna og ég elska hvernig hann dressar upp þennan 70s vibe á þess að vera alltaf að needle-droppa eða alltaf að já, einhvern veginn svona tönglast á stílum. Það er líka, ég verð að koma líka, það er eitt atriði í þessa mynd sem ég varst helviti skemmtilegt. Það er þegar þeir fara og hitta hana mótmæla hópinn. Eitthvað, við erum döð, það er ekki að tala um okkur og eitthvað, mér varst það heldur gott atriði. Ok, erum við búin með Nice Guys eða vil ég segja eitthvað meira með það? Ég er með nóg eftir. Það verður þetta þryggja tjóð aftur. Nei, sko, það er eins og ég talaði á hann, Shane Black er rosalega góður með dialóg alltaf, en hann er rosalega klár
í að segja ekki eitthvað. Mér finnst ekkert stærra dæmi um það enn í The Nice Guys. Við erum búin að sjá hana flötin sem dóttirna slappar á og les bækur og eitthvað svona. Þetta gamla húsin sem brann niður af því Gosling ekki með lyktarskinn og allt það. Gosling í rauninni, hann klúðrar rosalega mikið þessu mynd en aldrei eitthvað sem bitnar á honum. Eina í rauninni sem hefur einhvern veginn bitna á einhverju fuck-upi hjá honum var að hann misti konunni sinna húsið því að brann. Og mér er svo frábært þegar Amelia bara randomly skotin í myndinu. Þetta bara, fuck, hún dauð, fattarðu. Og það klippt yfir á Crow og hann sér líkið hennar Amelia og það lögreglubílar og sjúkrabílar og allt og hann bara svona, En svo lítur hann og þá Ryan Gosling standandi eitt-síns-liðs bara svona einhver staðar að horfa út í tómið með sorgarsvip. Það ekkert verið að segja okkur, það bara svona panað aðeins út. Hann standandi á flötinum, þar sem húsið hans var, því þetta í annað sinn sem núna hann búin að fucka upp verulega og það bitnar á honum persónulega og hann ákvað að nú ég þarf að standa hérna og taka þetta inn. Þetta beautiful, sko. Mér finnst líka svo fallegt hvernig hvað kemur mikil mýkt í gegnum Crow í tengslum við hans og dótturnar. Hvað hét dótturnar aftur? Hún hét Holly. Holly, ok. Já. Og ég var búin að glíma ég hef skotað hún til Amelia. Nei, hún og líka þess bara hvað hún hefði gengið í gegnum í tengslum þeirra svo og hann svo mikill, hann vill gera vel Gosling. Já, fyrir henni en hún eiginlega bara svona fine on her own, skilju, hún lesi hún keyrir. Já. Hann lætur hana keyra. Hún bara svona best definition af því að næsta kynslóðum verður betri. Já. Annað við þessa mynd sem ég frábært svona pínulítil detail eins og það eitt sem ég tók aldrei eftir við Nice Guys fyrir utan svona örugglega 5. skipti sem ég sá hana, ég hef séð þessa mynd allt og oft. Önnur mynd sem ég elska að sýna fólki en það þegar Keith David og Russell Crowe slást og hann segir I can pay you eitthvað ætlar að fara út úr bænum og eitthvað svona því hann ákveður að þyrmónum hann segir you'll never see me again já, þeir actually sjást aldrei aftur í sama ramma, þeir hittast aldrei aftur í gegnum myndina en samt deyr Keith David, það ekki bara í lokið þegar þetta var á sundlaugafangan? Jú, en var það ekki Keith David hann ekki farin úr myndinni, hann kemur síðan aftur en þú ert að tala með hann og Crow hittst ekki hann og Crow deila aldrei skjá aftur saman mér finnst þetta svo skemmtilegt þetta bara svona, þetta var kannski ekki viljandi en mér fannst þetta svolítið skemmtilegt að þetta var bara you'll never see me again og hann gera það ekki og ef við erum að tala skrítnasta payoff allra tíma sem ég hef sjaldan séð vin minn Helga hlæja jafn mikið að einhver atriði sem hann var ekki tilbúin, það Nixon í sundlauginni það mjög sústadri en þetta payoff já, algjörlega og ég elska líka mýktina við Russell Crowe því hann alveg pínu tragic character sjálfur eða því hann segir þarna söguna með þú veist, you're the diner guy, það hellinga svona litlum hlutum í myndinu, hann segir þessa frábæru sögu og hann svo berskjöldaður Gosling hlustar ekki svona á, var hann ekki döð eða svona, dó hann ekki áfengisdöð eða svoandi þegar Crowe að segja þessu sögu sopnaði og og svo hann líka veist, eins og þegar hann myrðir what's his face, Brothers Grimsby ég kalla hann alltaf bara Brothers Grimsby ég veit hvað þú tala um Bartana og Gleirum hann vill ekki segja Holly að hann draf hann mér finnst þetta er svo krúttlegt eitthvað og það mikið af svona subversion of expectation í þessu myndi sem kalda kaffið, mér finnst það svo góð af því það á endanum var samt að sem tók hann út af því hún rennur á kaffinu síðan og sér líka hvað hún aftur proactive, hún að vera naglinn í senunni þetta fer ekki eins og maður sé vennilega í bíómyndum en þetta ber á okkur sorry, ég verða að spyrja húnum, við dætti ég eitt smá trivia þetta eins trivia spurning af því ég var að horfa Nice Guys, það var eiginlega bara þeir hafa leikið saman í mynd áður hvaða djús mynd var það? Ekki svo að segja strax, þetta komið spurningana ég að tala um Russell Crowe og Keith David ég hugsaði með þeir hafa leikið saman einhverju mynd og ég mundi það ekki þannig ég tjekka á því, ég varð að tjekka á því ég bara, já þeir voru í þessari mynd það mín spurning, munu þið eftir mynd sem Keith David og Russell Crowe hafa leikið saman í ef það eitthvað sem ég mjög lélugur í það að vera duglegur að sjá margar Russell Crowe myndir þetta búið að vera gegnum gangandi svo lengi ég var mjög setni í partíð ég var alveg árið setna að sjá Gladiator ég var mjög setni í partíð þegar ég sjá Master and Commander og ég hef ekki ennþá þann dag í dag viljað nýja séð Cinderella Man ég hef ekki séð Next 3 Days þannig að svona ef hann getur þetta ekki þá vil ég vísmyndingu ég ekki með þetta, American Gangster nei, en ég taka samt fram kannski hafa líka annari mynd en ég á meina mynd í huga þannig leiði sá nafn á henni ég sérst myndið ekki sjálfur ég bara, já, þeir voru í þessari mynd þetta er Vestri já, Trintan Juma þetta er ekki hún nei.
Lék Russell Crowe í öðrum fucking vestra. Já. Ég er ekki með... Býtu, þetta er að þetta. Óli Mind Palace-ið, hann að fara gegnum Mind Palace. Var hann ekki í hérna... Var hann í Raimi myndinni? Þetta er alveg erfiðspurning. Hvað hétt Sam Raimi vesturinn? Ég veit hvað með þetta, Ég hef mjög gaman að þessu. Er það ekki saman myndin? Það er rétt. Thank you! Þetta var samvinnuverkefni. Og hann rústa mækonum. Já, þeir voru svo saman í Þetta var hérna. Ég fór vitlisum með henni yfir ákveðlið á LA Confidential. Ok, vel gerst, strákar. Þetta er eitt fyrir safnið, sko. Þetta var ógeðslega gaman. Ok, nice guys, þú getur talað endast um hana. Jep. Ertu með eitthvað meira eða að færa ykkur yfir í meistaraverki sem The Predator? Sko, ég ætla bara að henda einu The Nice Guys. Mér finnst þetta að vera eitt af þessum myndum sem bókstaflega allir þurfa að sjá, sérstaklega ef þú vilt vera screenwriter eða kvikmyndagerðarmaður, ef þú ætlar að gera gott comedy, spinna góða sögu saman og bara búa til fun time. Horfðu á The Nice Guys. Ef þú sérð ekki hversu golden þessi bíómynd er, kannski með að taka nokkar á horfa, því fyrsta sem maður sér hana, þá er hún skemmtileg, svo horfum við hana aftur og þá er hún betri, svo allt í náttúrulega, þarna var brandari sem ég tók ekki eftir, þarna var brandari sem ég tók ekki eftir, síðan allt í náttúrulega, oh my god, þetta skot þýði þetta. Þessi mynd requirear að horfa á hana oft og ég elska það við hana, af því mér finnst aldrei leiðilegt að setja hana í gangi. Ég er alltaf bara, hvað er ég að fara að spotta núna? Ég elska þegar leikstjórar sem eru skillful og virkilega sko, eru bara svona síminglega presenta fyrir þér, bara herri, hér er bara bíó, hérna er bara gott bíó. Tarantino kann þetta, Edgar Wright kann þetta. Þetta dæmi að þeir taka tillit til þess að það er fólk sem horfa ofta neina í svona sömu mynd. Þeir eru rewardaði og þú veist, það er meira hann á bakvið. Ára við stoppum á Nice Guys. þá ætlum ég bara að segja uppáhaldsbrandarum með þessar mynd. Ég sendi þér þetta, ég var að horfa á þessa mynd í svona 100. skipti með mána og þá bara random brandari sem ég hafði aldrei hugsað út í, ekkert, að því brandararna eru bara eins og svona samræður hjá okkur, stundum kemur bara brandarið þarna inn. Ég hló svo mikið að ég spóla tilbaka og ég bara máni hlusta á þetta. Það var þarna þegar hann er að tala um gömlu konuna og hann segir hérna, she has actual coke bottles for glasses, og síðan segir hann hérna, að því hann segir hún er blind as a bat, alveg, if you paint a mustache svona, hvað var það, Ferrari? Nei, Volvo. Já, if you paint a mustache on a Volvo, she said, man, that Omar Sharif sure runs fast. Ég finnst þetta fyndnasti brandari í heiminum. Ég hló. Af því, þetta var svo, ég var líka nýbúin að horfa á Top Secret og Omar Sharif er í henni, þannig að það er svona, þetta bara... Ég ætla líka að gefa Matt Bomer shoutout. Hann er yndislegt fólks í svona mynd. Ok, við þurfum smá stutt með hann er ekkert mikið myndinni, en ég hugsaði mér, ég var til þessum meira af þessum karakter. John Boy. Hann er alveg skemmtlur. Þetta er æðislega. Hann er töff. Og þessi sequence er bilaðslega góður. Það fer snýst allt í kringum það að vernda, skiluru, þessi specific mannesku, fari gegnum alla þessar hringækju, svo bara sleppur hún að sjálfu sér. Hei, hann ertu. Veistu hvað er líka frábært? Ég elska það að það er moment í þessu handriti hjá Shane Black. Það sem, maður hefur alveg verið í samræði við fólk og stundum komaður með brandara inn í samræðana og hann er ekki fyndinn. Það er svoleiðis moment í The Nice Guys og mér finnst það geggjað þegar hann tala við barþjónun hann og alveg, he's one of those guys, what do you call him, the guys who, it happens when guys get their dicks cut off og segir Russell Crowe, what, marriage? og barþjónin kemur, yeah. Hann svona hlæri ekki að brandarann, hann acknowledgear bara, hann sagði brandara. Var ekki þessar mynd líka sem hún segir, marriage is buying a house for someone you hate? Jú. Það var þessar mynd. Er hann ekki fráskinn örgulega, Shane Black? Jú. Já, það ekki, er hann ekki fráskinn? Ég held að mjög stór hluta af svona baggage-inu sem skrifaði í hans búið. Alveg pott, já. Ok, förum aðeins ég vissi að mesta púðri fari í Kiss Kiss Bang Bang og Nice Guys. Men aðeins að tala um Predator. Og þá, við vitum, fyrir það sem veit ekki, þá lék Shane Black lítið hlutverk í upprænulegu Predator-myndinni og var líka hálfgerður skriptdoktor og Jokeri. Ég var big pussy. Ég meina, var það ekki allt hann? Jú. En hann leikstýr og skrifar síðan The Predator, hitmyndin. Hvernig finnst ykkur þessi mynd? Fyrsta lagi er áttum að hvor The Predator er, en svo ég fyrir vonbrigðum að sjá þeir voru tveir. En þú veist, Óli tekur við, ég er að mun eftir þessari mynd. Ok,
ég og Máni horfðum á hana saman Oh, við kláruðum hann ekki. þetta er ræðið. Þeir klára hana, vissu. Sko, Ég er búin svona 2 svar. ég neita að trúa að þetta sé Shane Black mynd. Þetta er Fred Dekker mynd. Mér finnst það bara að sína sig. Er þetta ekki bara stúdíómynd? Já, þetta er stúdíómynd pluss Fred Dekker mynd. Þetta er gott, sko. Í mér leið pínu eins og Shane Black hafi verið svo pirraður á setti og satt bara eitthvað, jæja, Fox, ég skal taka og gefa ykkur alla nóturnar. Já, vil ég bæta þessu við? Já, vil ég stinga í lokin? Já, komið bara með þetta. Motherfuckerar, ég er til í þetta. Allt hérna. Bara strákar, ok. Já, stúdíónótt, meina, þið sáttir? Bara sínt, ákveðt að sínt þeim. Þetta sem gerist þegar stúdíó fara að velja. Þess að seinustu 20 mínútur og verður fegin að hafa ekki klára hana. Þetta er klessa. Já, en að því málið er bara Shane Black er ofgáfaður kvikmyndagerðamaður fyrir að þetta sé í alvörunni mynd sem hann vildi 100% gera. Ég bara neita að trúa því og það er alveg ástæða okkur hann hefur ekki, það hefur valla heyrst frá honum síðan eins og mannunum er verst. Þetta er rosalega tragist. Það er hérna ein fyrir þau, skilju, Iron Man og sensin hans, þá gera það mynd sem er svolítið brennandi passi fyrir honum, Nice Guys. Fólk fyrir ekki á hana, þannig að hann verður að taka brandmynd í staðinn og svona establishes aftur. Svo brandmynd feilar, þannig að hann er aftur komin í röttið. Já, ég finnst það er alveg, þið finna samt alveg að Shane Black er svona á bakvið í mislega þessari mynd. Það eru svona litlu mómentin eins og þarna í lyftunni þegar gæðin kemur með svona doomsday-línu þegar það er að fara niður lyftuna og síðan er bara svona þögn og hinn gæði snýsir á honum every time. Það er Shane Black. Já, mér finnst líka genuinely frábært moment þegar Olivia Munn vaknar og þau eru allir búin að gera mismöndi veðmál upp á það hvort hún sækist í byssuna eða ekki. Það er mjög gott svona hann er góð með svona roughnecks típur. Það er svona kláði af Shane Black-arninni. En mér finnst þetta að vera stúdíó og Fred Dekker mynd. Það er bara, þetta er svo mikið þannig að því, þú En var þetta ekki bara klúðuleika hjá honum? Getur ekki bara sættu kannski við það að þetta var bara ekki hans besta verk? Þetta er ekki hans besta verk, en mér finnst þetta bara ekki vera Shane Black. Þarna var Shane Black bara óvart að gera Marvel-mynd. Já. Shane Black-ismin er bara fann að koma inn í eitthvað svona sitcom dósarhlátra frat. Þannig að bara eitthvað, we decided to call the Predator. Fuck yeah. Skilur það. Hún er svo ógeðslega metta. Já. En svo var hann búin að heyra það líka að þeir reshootu heldur bara allt síðasta akti í myndinni. Já, hvað, var í dagsbyrtu og þeir breyttu sér í kvöld, eða var það örugt? Nei, þetta átti að gera sér dagsbyrtu, breyttu yfir eitthvað kvöld. Svo sá maður líka maður sá okkur myndir, held ég að vera Predator og okkur skriðir eitthvað sem er ekkert í myndinni sjálfri. Þetta hefur verið algjört clusterfuck, þetta production. Já, líka bara, Shane Black þegar hann talaði langfyrst The Predator, myndir sem hann ætlaði að gera. Það er koncept sem ég elska og það harkar svo tilbaka á Predator 2, þetta er The Predator í Suburbia. Það er myndin sem Shane Black langar að gera, en það er ekki þessi mynd. Þess vegna segja ég þetta er stúdíó og Fred Dekker, að því ef Shane Black segir við mig að honum langar að gera Predator mynd Predator í Suburbia í kringum Halloween, þar sem allir er í búningum nú þegar, ég kaupi það. Það er Shane Black mynd. Þetta er það ekki og það særir mig. En vissu þið að Shane Black er í alvörunni með Tourette? Já, þess að ég vissi það eftir ég las bara eitthvað trivia held ég á IMDb eða las viðtala. Já, þeim er furðulegra hvað hann overdúar það í Tom Jane performansinum. Já, mér finnst líka svolítið stór galli við þessa mynd, mér finnst það ekki, mér finnst það ræðileg mynd. Að það er allir rosa fyndir, allir rosa sniðugir og þeir eru ennþá cracking jokes bara þegar allt er byrjað. Það var ekki alveg þannig í Predator 1. Og hvaða John McGee leikari var þetta aftur þarna? Svona pappi stráksins, algjör svona blank face, svona lítur út eins og Charlie Hunnam, en er það samt ekki. Ég held að það verið gæinn í Logan. Boyd Holbrook. Veistu, mér fannst hann fínn í þessari mynd. Mér finnst það ágætslegri. Það er ekkert af honum. Í þessari mynd var hann bara svo mikið bara insert hérna einhver bara bla-protagonist sem er aldrei í Shane Black myndum. En mér finnst líka, því ég spurði ykkur á hann, hver er bestur að fara með dialogi hans Shane Black? Af því það er alveg Shane Black dialogi í þessari mynd. En mér finnst enginn af þessu leikurum pulla. Það getur ekki hver sem er fengið þetta og pulla það. Svona dialog. Það er svo satt, sko, þetta er svo rosalega spesifíkt. Það er líka að finna, það er mjög erfitt að finna leikarana því stundum þetta casting er rosalega skrítið, þetta er of mikið af nöfnum. Það eru fleiri svo einhverju no-names bara. Ekki endilega no-name sem bara svona, eins og Íðan Æskars, þá ertu með 2 alveg verulega stóra og svo ertu með Keith David og Kim Basinger, en that's about it. Svo ertu með Matt Bowman, en hann er ekki að fara með Shane Black línur. Nei. Þetta er svona, þú þarft að finna leikarann sem geta að fara með línunar hans og einhver sem getur
leikið vel og það eru gæðinni sem eins og Kim Basinger og Matt Bomer eru ekki með Shane Black dialog Gosling og Crowe og dóttir Crowe, Gosling þau eru með Shane Black líðunar og það eru en þegar allir í myndinni eru með Shane Black dialog þú getur ekki fundið svona mikið fólk sem getur farið vel með þetta og myndi líka að þetta Fox mynd þeir hafa verið svolítið þeir eru reyndar af vísu, þeir voru búin að vera ekstra góður róli með eins og Planet of the Apes myndunum og fleira á voru eða farin að taka svolítið skrif upp á við en Fox eru, var þetta Sony? Nei, þetta er Fox, já, þeir eru með alveg óbætanlegt rep fyrir það að þeir elska að fokka í myndunum sínum þannig að einhvern veginn hefur þá einhvers annað hugsað bara, hey Shane Black, getur gert það meira Marvel eða eitthvað skilur þetta er svona brand endar augljóslega á sequel baiti og bara svona og pælti að taka Shane Black handrit og koma, neina gera alla meira fyndna neina gera alla meira clever þú veist þetta er verið eitthvað horfjóður þessi framleiðsla þetta er líka, við vitum það að Shane Black hatar Hollywood þannig að mér finnst eins og þetta sé miðjuputtin hans ég er að segja það, ég held að hann hafi bara gefist upp og sagt bara, ég skal skjóta hana nýja endi ég skal alveg gera, já þannig að þú maður ekkert vel eftir þannig, fannst þú það léleg ég maður þegar ég horfði á hana og ég hló alveg en ég hló svona meirinn í bjóst við þannig að það meiri Shane Black í smíðinni en þú veist ég eiginlega gerði ráð fyrir en það eitt og sér klassar við hvað sem myndi að reyna að gera þetta er Predator mynd og þetta er Predator mynd með einhver stemningu og ég vil stemningu í Predator mynd sem er 0 töff ég var alveg til að hafa töff Predator mynd þetta er Predator mynd sem lætur Predators líta vel út og mér er það miklu betri og þú veist þetta er bara svona hún er bara eitt stórt hvernig bara svona algjörlega, ég meina óleik en þetta ekki svona klára þessi sequel bait endir bara við erum komið Predator-tæknina og Boyd Holbrook er komin í búningin hvað er þetta? Ég vil ekki sjá næstu mynd ég líka bara, ég ránkvöldi svo mikið ofan ég sá þetta í bíó og ég bara, hvað rusli er þetta maður herru, við erum að enda þáttina á einhvern svona leiðinda nótum eins og ferillin hans hann er rosa mikið upp og niður ferillin hans grei maðurinn segir ég bara vil einhver gefa honum pening og tækifæri en ég meina hann er ekkert hættur fer hann ekki bara á hann ekki bara eftir að gera eitthvað sjóvarp eitthvað cool þar ég væri til í að sjá hann bara fá eitthvað streaming eins og það eru þættir sem ég er búin að horfa á nýlega rosalega skemmtilegir og þeir eru með svona pínu Shane Black vibe það vantar bara dialogið og the slickness en það eru þættirnir Hawkeye já, ok, ég er bara búin með fyrsta þáttinn. Ég skal bara segja mér ef þetta hljómar kunnulega. Þú ert með stóíska quippy hetju sem lendir allt í henni persónlegu vesinni og dregst inn með öðrum einstakling sem maður veit ekki alveg hvort að þeim líkar eða líkar ekki við og hann þarf að vera þarna í kringum þetta og jólin er í nánd. Þetta er Shane Black og þetta er æði. Þú ert hrifinn? Af Hawkeye, þetta voru einu Marvel-þættirnir hingað til, þú veist, fyrir utan náttúrulega Daredevil fyrir 6 árum fatturu, en þetta eru einu Marvel-þættirnir núna síðan Disney Plus byrjaði að gefa sinni þetta sem ég er búin að vera spenntur fyrir og actually búin að horfa á. Tom, ert þú búin að checka á þessu? Ekki Hawkeye, nei. En þetta er alveg pínu að selja mig, sko. Ég var akkurat ekkert spenntur fyrir þessu. Þetta er líka, þetta er bara svo cute. En ég þarf virkilega, það þarf mikið til svona til að peppa Marvel-áhugamenn aftur. Ég er að vona að Sam Raimi gera það. En mér finnst magna kannski að bæta við að við höfum ekki talað um Monster Squad. En það er kannski ástæðu. Sko eins og með þá mynd, þetta er svona ekta mynd, ef ég sé hann eitthvað krakki þá kannski hef mér þóttur rosa vænt um hana. Ég sá hana því ég var orðinn 20 eitthvað, sko. Og ég var bara Er það ekki líka bara svolítið Fred Deckard? Jú, hann leikstýrir henni líka, það ekki. Þeir skrifa saman Monster Squad. En ef það er eitt atriði sem ég ætla að segja ykkur á Hawkeye til að kannski selja ykkur þau eru að skreita jólatré í gegnum allt þetta kafa sem er gangið í gegnum og Hawkeye er að tala um svona trickshots með boga, þú veist eins og Robin Hood að splitta ör og svona og síðan spyr hann alveg, getur þú gert einhver önnur cool trick og hann kemur, hann tekur svona jólaskraut sem er svona eins og peningur, þannig að ég get rotað manneski með þessu svona 20 fetum frá og hann kemur, nei, getur það ekki og hann segir, ég get líka notað coins, dimes are too light og hún segir sannaða það og hann gefur bara svona svip bara svona, hvað vilt að ég roti þig og hún kemur alveg, nei bara hit something og hann svona gefur svip eins og hann nennir þig ekki og hún segir, fine, just go through all your life without me believing you, I'll just tell everyone that Hawkeye is full of bullshit og kemur hann svona smelli puttanum og peningunum flýgur og slekkur á sjónvarpinu
Þetta Skemmtilegt atriði. Þetta er kannski góð nota til að enda á, eins leiðilegt og að Shane Black skilur, hann fær bara ekki sinn hittara nema að bókstaflega sé tengt við multi-level Marvel Enterprise, en á sama tíma við erum alveg definitíð að fara að sjá það oftar og oftar, út af því að þetta eru svo mikla kvöldmyndir, við munum sjá mikinn og vonandi sterkan Shane Blackisma í komandi handritshöfundum, skilur, sem að svona taka svolítið þessar formúlur sem að ég með nota bæði subversion en samt nuansan í karakterinum og í rauninni útpælda framvindu. Influence, ég held að hans influensar eigi alveg virkilega eftir að lifa og vera svona þróaðir og mótaðir alveg meira og meira. Það er alltaf vonin. Hann er alltaf mitt stærsta screenwriting idol. Bara, held að það fari ekki fram hjá neinum. Nei, algjörlega. Ég er líka að vona að því að hann græti á spec script. Hann skrifa það sem er speculative script, það sem að þessi þekkja ekki. Þú skrifar þetta bara heima að þér. Hann er svona að skrifa þetta, er ekkert búin að borga fyrir þetta og svo reynar að selja þetta. Og eins og Tarantino hefur sagt bara nýlega, hann er að segja að unga handarsöfunda, skrifiði meira af þessu dóti. Ekki myndi reyna að fara inn í, man ekki, það getur að þú að tala líka, Tommy, ekki vera að fara inn í eitthvað writers room. Það er heitast í dag. Komast í sjónvarp, skrifa ykkur seríur, fá fullt af peningum, vera ykkur writers staffi. Ég vil að fleiri mitt svona framtíðar Shane Black. Já, fleiri bara svona raddir. Já. Þetta er rödd. Já, einmitt. Endur kannski bara á því strákar að við lítum bara á framtíðinu björtum augum. Óli, þú ættir að koma í sem einhverja brjálaða mynd og þá maður ættir að segja þetta er ungur maður sem var fyrir miklum áhrifum af Shane Black. Það fari ekki fram hjá neinum. Það fyrir ekki fram hjá neinum. Það er strákar, takk hérlega að koma, það var geggja. Þetta var awesome. To the birds.